FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Dynout og Loop Zero. Göngu sína hér á FM 957. Steindir eitthvað að fykta í headphoneunum og það allt í ruglið í stúdíunum. Þetta var þristurinn. Þetta var þristurinn. Þessi hérna. En ég sá á þann þegar þú varst að hækka allt í botn og við vorum bæði, þú hækkaði mitt í botn. Sko það gert grín að mér á tökunum þetta. Steindir kann ekki hækka í headphone. Jú, það var einu sem hann gerði, hann hækkaði á mikið. Hann kann að hækka, hann kann ekki að lækka. Nei, það heyrir enginn vel hérna í þessum stúdíu. Nei, þú kickstart með hartmann. Já, ég botna þetta. Veistu hvað, tónlist líka sko léleg ef hún lág. Hún verður að vera há. Já. En eins og þið heyrið það, þá okkar besti maður Sveppi Krull mættur hingað í stúdíóið. Egill, það hefur ekki farið fram hjá neinum, hann farið til Tene og þeir sem hafa fylgst með þessum þætti síðust ára vita að hann á Tene í byrjun janúar. Fer á sömu staðina. Setur sömu Instagraminn og allt upp á 10. Það ekki. Já, en mest í lúði sem ég þekki. sem vanafastur maður get ég ekki rakkað það niður svo sem. En hvor ykkar vanafastari? Ég fann að halda hann að sé Egill, no joke. Hann sko veistir, ég vanafastur þó ég þurfa að vera með alltaf sama ískapnum og sitja á sama stað. Ég ger ekki alltaf það sama. Nei. Þú veist, ég fyrir til leysi Þú gerir Ég fyrir með þér út að borða reglega. Þá verður að vera, þú veist, á sama borði, í sama stólum og það samt líi, ef það laust þá ég til í það. Já, þú veist, það hræðir rosalega í þér svona, þú færði ykkur óþægilega tilfinningu og þarft að breyta til, sko. Ég hræðist breytingar, mér ofta rætt það. Sveppi, þú ert nú ekki vanafastur maður eða? Jú, svona, það, með aldrin, maður verður vanafastari með aldrinum, sko. Já. Skilu, Lennir ekkert ómiklu breytingum. Nei, en eins og bara þegar ef ég fer til dæmis að fæ mér að borða á Hlem matöll, þá fæ ég mér alltaf það sama. Ef ég fer að borða á Bastard, þá fæ ég mér alltaf það sama. Ef ég fer á Fjallkonuna, þá fæ ég mér alltaf það sama. Veist, ég bara með ákveðin rétti á þessum stöðum í bænum sem ég fæ mér alltaf ef ég fer þangað. Það partur af því að vera vanafast. Reyndar sko, ef við förum bara aftur til árið 2001, 2002 og annað, þegar vorum við fríka úti, að þá fórum við alltaf á sem veitingastæðina þegar við fórum erlendis. Já, því að þetta nefnilega sko. En við vissum bara að það var góður, þá fórum við bara aftur. Já, og þá bara pizza og rauðvín, það var gaman í gær. Gena bara aftur núna. Þá erum við ekki að tala um kvöld eftir kvöld, ekki næstu ferð. Þú ert alveg á þeim vagninum líka. Nei, ég samt ekki, sko. Ég ekki með neitt svona rétt. Ég bara með eitthvað og ég fæ pantaðila bara sem mannskið við hlena með pantaði sem betur að fá bara sama. Þú munum okkur að sá að þér alveg sama, við erum vanafastir, þér alveg sama. Alveg sama. Ef við förum á sama stað og í gær, þá segir bara, já, það bara flott. Já, og ég á ekki einu svona, sko, minn bræðari sem fólki finnst oft furðulegt. Ég lappa bara inn í ísbúð og ég segir, hvað að fá í bræðurinn? Ég veit ekki, fæ bara þetta. Hvað er þetta? Ég tek nú ekkert alltaf, talandi það, ég nú ekki vanafastar en það. Ég set ekkert alltaf sama í bræðurinn. Stundur set ég bláber, stundur set ég jarðaber. Ég set alltaf þrist og dæm. Já, ég set alltaf þrist og Snickers. Ég set bara eitthvað, ég seti daginn einhverja ídífu og nýta, luxusdífu eða eitthvað, svo set ég kókos og svo set ég kífi. Það bara heldur gott. Já, hljómar illa. Svo bæði ég smá dæmon á þetta. En málega er að ég set ekki hokkipölver eins og sem alltaf. Nei, en þetta samt svo rosa mikið byggt inn í króksaran. Ég hef tekið eftir þessu líka, eins og í þessum AC-ferðum, þá höfum við alltaf farið svona einu sinni út af hótelinu. Þá förum við á í það sem outletin eru. Hvað heitir þetta svæði? Outletin bara það? Nei, þetta heitir ógiðssvæði. Þetta heitir ekkert annað en bara outlet. Já, þú veist, þetta er, já. Það farið á Applebee's. Það sem að stóru bílastæðin eru. Já, og þá er þetta er svona 5 minútna bíll frá hótelunum og þá er alltaf farið á Applebee's og það er tenging. En sem alltaf sá staður reyndar á hraðri niðurleið. Já, hann hefur verið. Djöfull var hann ógeðslegur síðast. Kannski var hann bara ógeðslegur í AC. Alltaf verið svona. Ég man bara, ég hlakkaði til að fara til Bandaríkjanna til að fara á Applebee's. Já, en svo líka, svo allt í einu vorum við að labba þarna og Kös leit bara til hliðar. Voru lík komnir þarna út. Leitu til hliðar. Þar er bara einhver geðveikur staður sem er búin að vera þarna örugglega öll þessi 20 ár. Já, varum við búin að sjá hann. Nei, við sjáum ekki svona. Hann hefur verið nýr. Nei, en veistu hvað þetta er elementi með þessa stráka sem að koma frá Sauðárkróki, sko. Bara þegar þeir komust til Reykjavík kannski einhverju keppnisferð í körfubolta, það var bara mest töff í heimi að fara á Stjörnutorgi í Kringlunni og fá sér Ricky Chan, sko. Nei, sko, þetta er næstu rétti. Ég hlakkaði til að fara til Akureyrar og Krókina því að það voru staðir sem voru með Subway. Já, Subway, bara það var spennandi. Bræðing og eitthvað, já. Þetta er svolítið landsbyrn og það er bara gott og gilt, sko. Og það náttúrulega breytist ekkert þegar maður fyrir til útlanda. En ég held að þetta sé líka það, sko. Það sem ég held að sé jákvæmt við það að vera vanafastur er bara það, eins og bara það, ég fæ mér alltaf það sama þegar ég fer á Hlem. Ég er búin að prófa alla staðina.
Ég er bara búin að Þú ert búin að finna hvað er það Ég er búin besta. að finna hvað er það besta Já. Ég ætla ekki að fara ég ætla að fara aðeins aftur í þetta taco Nei, bara ég veit að súpan er betri Þetta er bara best á staðnum. Við erum búin að Það er besta bara hlutina. að sniðut. Veitu eitthvað, hérna, ykkur ég lendi hérna eins og því að þetta, ég fór alltaf að hugsa þetta. Við höfum aldrei tekið alveg utan þetta hérna. Nei. Ég lendi í alvöru svona Tom og Jenna momenti hérna fyrir utan Applebee's. Ok, hittur í mús og hvað? Nei, ég átt svo mikið að ég stóð svo og mannst eftir svo og maður spjall í ring. Já, talan sprakk Já, ég stend bara svona í gallabuxum og er bara á ból og er bara að spjalla Með hendur og mjöðum? Svo, nei, ég er bara svona að sína þér hvernig í úruglega En þú veist ég Bara svo pabbi. Ég held þetta hafi verið það hvert á að fara? Ég held þetta hafi verið það látt síðan að ég hafi bara verið kveikt mér í einni rally og verið bara, þú veist, skilur þegar maður reykt og svona En ég það Good old days Good old days og ég stend bara þarna og við erum kannski 5-6 í svona ring og allt í hennu springur talan á buxunum bara skist í burtu og buxurnar svona detta svona aðeins niður En þá er gott að vera Applebee's að þú ert mjög nálagt öllum átlætunum og getur kett inn í að buxur. Ég pæli að lendi, ég held að það hefði bara engi lendi í þessu En Ég er auðvitað bara svo eini Ég hef séð tölu skjótast úr skyrtu. Ekki skjótast Þessi skaust En fór ég- bara í En kössu þetta langar mig aðeins að staldra við og fara aðeins yfir þetta svona Já. að þegar að tala skýst úr skyrtu þá finnur viðkomandi feitabóla sem er í skyrtunni Já. að þetta er alveg á mörg Allt á mörkunum. og svo sleppur þér og hleypur þetta drastlinn út og þá pongast út tala það er mál Ég stóð, Já, ég settist ekki einu sinni. það Það er var feitabólan sem er í skyrtunni Já. og hún sem að ég það, nei Nei, ég var bara, í buxunum ég hef lent í þessu Já. skilur Hefur þú poppað tölu? Nei, en þær er í bölvu ströggli stundum Hefur þú rifið að baki á jakka með að vera að tegja reyma eða eitthvað Ég kemst ekki, ég get ekki verið í þannig jakka Þá Nei, er mér bara svo í spennitreyju Já, það er Þá óþarfi. fer ég bara frekar í bara skyrtu Í bara og læta hann að vera að opna yfir mér sko. Svona feitabólu dót Þannig að það er ekki sprungið talaðar en það er verið Í ströggli Já. og það hafa Jöðast í verið söndu frá alveg skyrtunni. bara Og bara, ég heyri stundum bara svona Þegar ég kem heim á kvöldin og neppi frá Þá heyrist bara svona Í hverju einu tölu í skirtunni skirtan Já. svo sátt Já, sáttar Já, já. En með gallabuxur Já, já. Það Svo Ég hef sterk tala, ég hef sko. aldrei verið að því að ég finn þegar að tölurnar er í ströggli Já. Fannst ekki að þetta var ekkert eðlilega þröngt á þér Það hlýtur að vera maður Ég, sko Hún fer ekkert bara allt í einu. Nei, en ég man Þú eftir hlýtur að finna fyrir þrýsting og svo bara En ég man þetta eftir Ég átalið bara Þú veist, ég átat inni bara á fullu Það er náttúrulega ekki annað Drökum einhverja 8 pína colada inni Frozen. Já, veist sem Þeir voru með svona vondir hjá þeim. Já, við Þeir var einhver á leiðin til Lacey, ekki fara til ekki fara á Applebee's því það er búið að slappast vel hann. Já, þú veit ekki að hver fer á Applebee's til að fá sér Pina colada. koktel Já, það er engin. Þetta er bara eins og að fara eitthvað hlaðborð í mjóttinni og fá sér Já. bara Já, ég myndi mæla ekki með hlaðborðin í mjóttinni þeir eru ekki með nógu góðan hérna Guinness eða skilur Það var líka að segja eitthvað Það var allt í einu orðin vondir og náttúrulega bara ódreitt Nei, þetta var Applebee's var topp staður. Ég tek ekki undir það. Mér finnst oft í Ameríku þá eru Þetta svona er eins og drykkirnir- McDonalds eða eitthvað Þetta er svona þannig kæðja Já, Já, en McDonalds er alltaf eins. Það er svona Já, fyrst með já. skrítið að Applebee's var búið að, þú veist, hrynja þess. Já, en það er allir svona, þessi koktelar í Ameríku finnst með margi vera bara svona með einhver svona essensa Þetta er náttúrulega bara endalur sigur og viðbjöður. Þetta Já, er skil, þetta er eitthvað svona bragð Já, þetta er bara eitthvað sem þú pantaðir, tekur svona undir barnum og sullar í glas Þú Þetta er panta bara svona- chili mojito og þeir setja bara eitthvað Já, chili þeir eru mojito bara með essence. þetta í svona, hérna, hvað heitir Svo þetta? bara vodki. En svo Já. fólk er búið til bústi, bara eitthvað Já. svona blender. Þetta er bara Bara svo- svo við í gerum Berlín, ógeðstrykkin. sko. Þetta er bara svo í hótelum bara út af Tenerife mörgum þá bara ferða og farið eitthvað svona sullandi barnum Þetta er svona pre-made eitthvað Sem er bara fínt. Já, Ég ég man það að sé að- Sveppi kom einu svona heim til mig fyrir nokkrum mánu síðan og gæti ekki drukkið rauðvina því að var í belju. Þetta er maður sem safnaði svita, sko. Já, ég held Allt í þetta hennu að var segja belju og Ég held þetta að sé Og hræðilegt fram. Pissi, sko, ekki Þetta er svita. oft Ég held þetta að sé Það var þetta að rugglast Þetta er landi oft líka sko Það má ekki gleyma því Þetta er naflakuski. Það er lítið fyrir því. Ætlar ekki búið til kotta. Það er svo gott að það sapna einhverju sem fyrir lítið fyrir En ég held að sé allt sem er svona pre-made dót Ég held að sé allt landi líka Þú veist, þetta er bara að því að þú veist, þeir eru ekkert að eyða alvöru áfenginu sínu í eitthvað svona mixa kjafta Það sem geima meina í sem er að viku brugga landa Það á gæti- einhverju hótel og Tenerife Já, eða þú veist, brugg kannski gerir sjálfur að eima þetta þannig nýri í kjallara en þeir fá þetta bara í húsið ekki, ég veit það ekki Nei, ég meina Það er reyndar þegar þú ert, sko. flest allir staðir núti Þetta þeir eru að er selja það sama ef þú landa ert í á kasinu fullu. ef þú ert í kasinu í Bandaríkjunum Já. og pantaðir, segjum bara vodka bara skrúdræður, Já. gamli góðu skrúi
Þú getur drukkið svona 20 svoleiðis við borðið út í blackjack eitthvað, þú ert bara dísitt djöðl leikur þetta maður, svo ferðu inn á bara venjulegan bar á hótelinu, pantaði það saman maður hristir þetta fyrir og þú ert bara komin í það þú ert að drekka eitthvað sem er búið að vassblandi, ég er ekki að segja þetta sé eimaður landi en þetta er vassblandi bókaðinni sem að maður keypti upp í Breiðholti, þetta er ekkit eðlilega lélegt, þú veist hvað þetta svo mikið hver heldur að geta setið bara við eitthvað borð og drukkið 20 skrúdræðra og verið bara, alveg ekkert eðlilega feskur bara Getur þetta ekki fund? Já, getur þetta ekki bara virkilega alvarlega fund Já, bara fjölskyldi fund með kennarannum Já, bara Zoom Þú getur keypt á strætó fullt af krökkum Það búið að vera resten á Matteo í skólanum, ég var að klára þetta 20 skrúdræðar inn Já, en þeir eru bara, ég ætla að láta ykkur þetta, ég er búið með 20 skrúdræðar en þeir eru þittir ég hef kerðinga sko Þannig að ég til ég, látið mig bara heyra hvað að En Krullboy, þú veist ekki með okkur síðasta fyrsta, hvernig fer 2026 af stað hjá þér? Ertu til í þetta? Já, ég er bara massa til í þetta Ég er bara helviti vel gýraður í þetta Þetta verður þitt ár heldur Já, þetta er stemmingsár Ár hestsins? Já, segðu þið Herru, hvað ert þú? Ég er hestur, er ekki? Nei, byrju, fyrir eftir hvernig þú ert fættur með Sko, ég er bara val, máttu ekki velja bara Kína Já, við eiginlega erum apar, steindi, rotta sem er það versta sem hægt er að vera Já, sko, ekki bara versta heldur er líka, sko, það er að fara og kíkja á spá fyrir árið og á rottunar, það er margir búin að senda mér þetta á rottunar er ekkert sérstætt í ár það er svona, já, þetta er svona sko, það getur splittast yfir og mig, við erum svo mikið saman Já, heyrðu, ár apar Ég er að losa mig Nei, apin átti heldur ekki að eiga eitthvað frábært ár sko. En ég meina Er þetta bara nýtt dýr á hverju ári eða? En hvernig ertu fættur? Ég er fættur 1977 1977 Það verður alveg partí næsta ári maður Hvað heldur þið 50? Ding, ding, ding Sveppi minn, þú ert, heyrðu Hvað er hann? Þú ert snákur Nei, ég er með snák og rottu Þú ert sneik Herðu, það er snákur og rotta í stúdíunum Ég verður nú að viðurkenna það af tvennu illu þá er nú snákur meiri stemming í honum heldur en rott Þetta er svona svipu stemningsdýr held ég Já, það er bara svo gaman að vera eitthvað dýr sem er ekki til á Íslandi Þú ert rotta og það er eina dýr Ég er sem api, það er ekki á Íslandi Það er ekki til, þá er stemming í því En rotta, Greiði það steindi. hatar sér rottu sko. How is the snake En ok, nú ætla ég að spyrja 2026. Ég ætla að spyrja ykkur báða Segjum að væri verið að lýsa þér, Steindi Já. Og því að væri leðilegt, að væri að vera bagdalæg Já Hvort myndið þið finnast verra að heyra að segjum til þess að væri að tala um í einhverjum hópar Herru, hvernig er Steindi svona okkur á milli? Já. Herru, hann er bara rotta Já. Eða, myndið þið vilja heyra bara, herru, hann er bara algjör snák En sko, máli er að Þú heyrir bara hvort er meira töff Rotta er Já, það en máli er að Máli er að þetta er mismunandi sko. Þú veist, þetta er annarkot sko rotta, þá ertu skvílir sko. En snake, þá ertu svikari Hvað hétt hérna Ég veit þetta er hræðilegt Hann hétt Snake Kurt Russell Kurt Russell í hérna mann ekki hvað mynda Myndun var ekki Eclipse, nei, mann ekki hvað Býtu nú við, sko, Sveppi, þú ert að fá svakalega spá hérna Ég ætla bara að lesa þetta er bara 2 línur Snákurinn er í ár brings promising financial growth Þannig að þú ert að fara að fá Veskið þetta er að fara að vera þykkna Career opportunities ekki veitur af Through leadership and teamwork and strong potential for love and connection Þannig að basically hjónabandi upp á 10 og budduna upp á 10 og þú ert að fara í eitthvað spennandi vinnulega Þetta er svakalegt Þú lögum með þetta, þetta er sáttur Þetta er bara Ég er að fara ekkert eðlilega gladur inn í helgina með þessar upplýsingar Þetta er alvöru sko Ásnáksins Það er ár hestins nú Ég er ár hestins Já. En hvað hérna talandu samt um þetta? Ertu með einhver árum að heita? Við erum búin að renna yfir okkar svona í blöggastinu og... Já, nei, jó Eitthvað? Ertu með eitthvað? Ferðast Ekkert eitthvað svona ákveði sko Ferðast, veist, það er ekkert eitthvað heit Nú ætla ég að ferðast meira Það er ekkert eitthvað svona, ég fer bara að ferðast þegar ég ferðast Ég er að standa við mitt, ég er að drekka meira vatn Já, það er flott Leiðilegt á nýjásæti Já, Ég var alltaf með Pepsi Max og eitthvað heima og ég er svona að breyta þér en að drekka bara vatn Ég þurfti til að fara að drekka meira gós Því að ég drekk bara vatn Ég drekka endalist af Pepsi Max Ég drekk bara brennivín og vatn Það er eins og ég drekk Brennivín og vatn Ég drekk bara bjór, rauðvín, kaffi og vatn Kannski getur þú drukkið meira brennivín
gæti líka bara ítt aðeins undir það af því að ég finn líka bara hvað ég er með miklu stjórn á því bara stað Já, ég þarf að koma inn á, ég minni fólk á ég setti á Instagram í vikunni ég ætla að henda í eitt shameless blog hérna ef ykkur vantar vinnu og þá er verið að auglýsa eftir fólki á Fossinum sem er í hverju staði sem er að fara að opna í Fossvogi og endilega sendiði á info@fossin.is eða þið viljið sækja vinnu þú ætti að ekki vera að gera svona sko. Nei, bara eitt svona ég digga þetta Þú þarft að velja en þú þarft að headhunta þetta sko. Svo náttúrulega hittuðu fólki sem sækir Þú ætti aldrei að fá einhvern atvinnulausan mann sem er að sækja vinnu og ráðan vinnu sko. Þú ætti að headhunta einhvern Þú ætti að fara núna sjálfur á veitingastæði og fylgjast með góðum þjónum You work for me now Þú ert að fara að koma Það taka bara þannig Já, þú ert að fara að Það er taka þetta rosaleg lína, you work for me now. Já, þú ert að fara að taka starfsfólk af Bento og Nuno Get það ekki, það eru vinir mínir Já, ég veit það, en þú getur spila leikin öðru þessi Já, það mættu ekki vita það En ég, já, Nei, akkurat sko sko, já, þú gæti verið að fá núna arfa slagan starfskraft, sko Nei, svo Það er getur ekki alltaf laga, því auðvitað blöð að segja bara Herru gamli, þú ert reikinar ógeitt Pæli því blöð, þú þarft að reka ykkur bráðum Rakel er að sjá staðin, ég er ekki bara Nei, ég er að segja, hver ætlar að sjá það að kalla einhvern inn og herru, getur þú séð með það sinna á skrifstofu Af hverju? Af því þú ert fucking rekin Nei, eins og svo- bara ég hérna, hversu Nei. fucking fire Sko, ég á vinn, bara einn af mínum bestu vinnum Ég ætla ekki að vera nafngrinnan Einn af mínum bestu vinnum er Það er Svanþór Einars, eða? Nei, hann er eigandi fasteignir hann þyrst að reka ykkur En hann er ekki að reka neitt Þau eru bara hann solid En ég, bara einn af mínum bestu vinnum þurft að reka daginn Mann En betri vinnur en Jóseppi Hætt að reyna að finna út hver þetta er Ég er bara að segja það er bara, hann þurfti Já, bara auðvitað, það er bara hluti af þessu. Og hann bara heyrði í mig kvöldi áður og var bara, heyrðu, shit maður, ég Ja, er bara, stressandi. ég bara ótti alltaf, hann geta bara að sofa, sko Hann var bara, ég er bara að reka manneski fyrir manni Þetta var bara erfiðast Sem er hræðilegt, ég Sem ætla er mér. hræðilegt, Já. en þetta er eitthvað sem þú þarft örugglega að gera Já, já Þú getur ekki látið konuna einn að fara að reka fullt af fólki Þú er bara að stígu Þú mátt ráða mig í að reka Já, já, Sveppi sér um Heyrðu, það er fundur Kannski gætur þú gert það samt. Ég reka alla sem er með vesen Það er líka hræðilegt að því að hitti þig heldur að sé fyrir eitthvað skemmtilegt Já Akkur kallar ekki trúðalest en inn alltaf bara, heyrðu, hérna, leðilegu frétnar eru þú drekkin En góðu fréttinir að allir strákarnir eru hérna Viltu spjalla við þá? Heyrðu ég Takk síma Nei, menn svo er kannski einhver að vinna einhver staðar en langar að breyta til þá sendu þau á info@fossin.is Ja, Þá er ég búin að koma þessu frá Jú, en styttist í fyrsta Það stýttist í Styttist í fyrsta kalda Fyrsta á brottreksturinn, Fossinum maður. Fyrsta brottur Nei, hættu að tala um þetta Fyrstu Ég er bara að opna staðinn eins og- Fyrstu Já. stemminguna Já, já. Það verður alveg Og ég Fyrsta sólaglætan Svo kannski er þetta að reka eitthvað sko svona, sko, minnst bara eitthvað kokk Bara heyrðu, þú ert eila reikin Kokkur Ég vil ekki að Ég langar ekki að ræða um eitthvað sem það er reyka Þú mátt taka þér kokkahúna Af hverju? Af því að þú ert reikin Það væri Já, svona þú verður að vera með flotta línur Þú Já, getur verður ekki það. mætt eitthvað að vera eitthvað Heyrðu, fyrir Nei. þetta er ekki þú, sko Þetta er alveg bara staðurinn og reksturinn og þú er að segja bara, heyrðu, þú er að taka þér húna Kokkahúna, Já. því þú ert reikin Já Eða eitthvað svona Þetta var því síðasta vakt. Ég nefnir ekki að ræða þetta Við ætlum að fara yfir Við ætlum að fara yfir þáttinn Grjótör lína Og ber þar hæst reyngi það er klefi Já. En við fórum í bókasafni Og eins og ég kem nú inn á í klefunum Og þá er þetta hugmynd frá Sveppa Sem við höfum verið að nýta hérna Og Sveppurinn hendi nokkrum bókatillum á Steinda Og Steindi dældi þeim á starfsmann bókasafnsins Já, já, já Og það var mjög skemmtilegt Bókasamna Akureyrar í það. Já, við erum með Þekkið ekki Og ég ætla að henda ykkur tveim í það núna Já. Oftast þegar Sveppi er hérna þá eru við að keppa Sveppi Já. Ég held að þið tveir hafi nú ekki keppt Svo ég með þá, Jú, það er ekki. alltaf ekki verið oft Nei, Ekki svo í munni sko Nei. Já, það er spennandi Ég bjóð til mundurum fyrir cash Hendi það, Sveppi fór í hvort mundurum frekar eða ekki Jú Jú. Þannig að það er tilbúið Það er klárt. Já, Steindi, þú ert með hvor er nettar eða ekki Kóri Nettari Já, já. Og svo er ég líka með Fellow Kids Ef við viljum hérna aðtöga hversu Vá. Öflugur sveppir í fröðsónum Brjála Ég hef aldrei farið í Fellow Kids held ég. Nei, þú getur að skamma nei Þetta er spennandi, spennandi þáttu framöndan eins og heyri geru hlustendur það er F957 sem er með ykkur hér til klukkan 18:00 Þú ert náttúrulega með til dæmis bara hvað, strákurinn er í kringum 20 Já, Já, og þú Þá ætti þú nú að þekki gætir við með eitthvað frasa Hann veit pottit alla þessa frasa já, það Já, já. Ok, I love it En ég er að spá í sko Sveppi Já. Reyndar er þetta býtu Ég ætla að fara í Jú, hörðu þetta er Þetta fundið er ekki hækkandi Stones. botn. Sveppurinn er mætur Hækkandi Let's go botn. Topp
tónlistarstöðin FM 957 Það held ég, kæra hlustundu, þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og ef það er Rolling Stones á FM 957 þá vitið þið hver er með okkur í stúdíunum, það er Sveppi fokkin Krull. Ég segi bara they don't make them like they used to. Nei, þetta er alveg tónlist Þetta er svaklega Ég sá hérna Syndalæk í þessu sko. Ég held ég að ég sé á Twitter daginn hérna það sem að alla plötunar sem komu það voru einhverja 6 vikur á milli árið 1991 þá kom út Nevermind held ég 10 með Pearl Jam Use Your Illusion með hérna Guns N' Roses, báða plötunar Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Magic og einhver þetta var bara svona galið þetta er allt á sama ári eða sko, það voru einhverja nokkra vikur á milli Veistu bara þarna getur að hent öllum hljóðfærum í rusli og þarft ekki að búið til meiri tónlist sko. Og þetta er bara sátt Það er ekki alveg saman tónlistin að koma núna en líka, núna snýst þetta allt einhvern veginn Spotify tölur og bla 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 þannig að það má ekki gera lag sem er lengur en 2 mínútur af því að þú vilt frekar einhver hlusta á 5 sinnum heldur en bara 2 svar Já, það er orðið heldur langt sér að koma út 5 minútna lag Mér að söm lög þurfa bara að vera í 5 mínútur Það er ekki öll lög sem geta bara verið í 2 mínútur sko. Alveg sammála því Þetta er, En eru þið tilbúin í slúður, drengir? Herðu, hvað er orðið langt sér að vera í Íslands slúður, Steindi? Það er ekki aðeins að vera að rífa það bara raskatinn sko, máli er að það dælist í inboxi þannig að ég geti verið með rosalegt ekki vera með það bara í næsta hætti Já, þú lofaði hér Ég lofa Þú voru að segja sverða Akkur þarf ég að gera það Af því að þá kemur það En loksins ég er Þú voru að sverja það upp á börnin eins og Öddi gera alltaf Nei, ég ger það reyndar aldrei Nefnir ég sé alveg pottitur Ég þarf á rosa lörugur ef ég hendi það Ég sverja upp á börnin Já, þá er það bara þannig, þá veit ég að rétt Hann er stundum að sverja upp á móðu sína Sverja upp á alla Þú ert ofta að sverja upp á alla í Bara ef það er fjölskyldunni pottit Það er ósað skrítið að sverja upp á einhvern annan Ef ég veit að ég gerði ekki eitthvað þá get ég alveg sagt að ég sverði upp á móðu mína Ég veit ég gerði það ekki bara ég sverða Já, bara sverða þú þarf ekki að sverja upp á krakkan Já, þá er það It hits harder Þá veistu þetta er satt Já, þú ert 45 ára eitthvað sko Já, að hvað með það? sverja drast Nei, nú að rifja upp fyrir mig. Sverja Og ég tala um allt sem þú gerir Hver er munurinn á að sverja og lofa aftur? Þú varst með eitthvað mun handa Það er mikill munur Já, eins og hvað Þú getur alveg brotið lofvörð Það eru brotið lofvörð út um allt En ef þú sverði eitthvað þá er það Það er rosalega líka En ef þú sverða þá stendur það Já Lema þú sért bara auðmingi Það þarf ekki að sverja upp á móðin ef það stendur yfir sverð En akkur þá er ykkur að lofa ykkur þá Akkur ekki bara beint í að sverja Svo skrítið millistoppi að lofa ykkur sem getur kannski mögulega það mátt kannski brjóta Líka ef þú sverðu upp á eitthvað Það er harðara en að sverja Það bara segir sér sjálf Toppurinn í þessu er að sverja upp á einhvern annan Sem þið ekki væntum Já, en númer 2 er kannski bara sverja Númer 3 er lofa Lofa 10 fingur til Já, Guðs og svo eftir það kemur ég er að segja þér það Ég er að segja Ég er að segja þér það Þetta er satt Ég meina það Já, og þetta er svona. satt líka Já, ég meina það Herðu Ég ætla að byrja að slúðrið á Bradley Cooper því að við fjöllum það hér í þessum þætti að hann hefði farið í lýtaðgerð hérna fyrir nokkru vikum síðan smá munur á kallinu sem er skrítið því að þetta er nú einn myndalegasti maður heims ég hef alltaf verið, ég fíla hann í tætlur Já, ég líka, hann er góð leikari. Já, og styrlaði leikari og bara í viðtölum og eitthvað svona bara viðkunnulegu náingi Og leikstjóri líka, búin að gera góða hluti þar Já, gerði hérna Silver, Star is Rising hérna, nei, hvað heitir hún, Star is Born með Lady Gaga Silver Lining Playbook Já, leikstjóri hann henni sjálfur Já, ekki. Hann er að leikstýra fullum maður Ekki Playboy, jú, bara Playboy, Silver Lining Með henni hérna Hún fekk Óskarinn, Jennifer Lawrence Já, en af hverju var hann að þá að skera að láta hérna íta öll upp og Sko, hann var núna í viðtali, hann var hérna í podcasti hjá einum af mínum uppáhalds, Will Arnett og þeir voru þarna hlaðarbeiti Smartless Já, sem er geggjað mjög vinsælt. hlaðvarp, sko. Já, og þar sagði hann að hann hefði alls ekki farið í neina lýtaðgerð og Jason Bateman var þarna líka og Sean Hayes og hann sem sagt Will Arnett sem þekkir það vel segir að það halda allir að Bradley hafi verið lítið aðgerð en það sem fólk veit ekki er að hann hefur ekki farið í aðgerð það gerði mig reiðan að fólk skildi vera að segja þetta og hugsa að þetta er bara fyndið en núna er hann orðin pirrar það segja Will Arnett, góðu vinnur hans því að hann vil meina að þetta sé algjört bull og já, Cooper segist að það bara breytt sér verulega fyrir hlutverk sitt fyrir tónskaldi Leonard Bernstein í Maestro en svo mynd kom út árið 2023 ég veit ekki hvernig breytur þér ég næ þess ekki alveg því að ef ég var hreinskilin, þú ser þessa myndir hérna hlið við hlið það er svona eins og hann sé búin að láta lifta ykkur Sko, hann alltaf hann er samt sko ég veit ekki, sko málið hann er miklu grennri á þessari nýru mynd kannski er það bara ef hann grennist svona mikið í framann Já. auðvitað breytistu við það ef þú grennir mikið í framann
Það er rétt Hver er þetta að lifta þegar þú ert að grenna því í framann sko? Já, hvernig Þá ertu ekki að lifta Þá ertu að lifta lóðum og það rætt Já, svo eru sömur að tyggja eitthvað gummi til að fá Hollywood kjálkan Já, Maður hefur séð svo það. er pennin alltaf segur hérna og þá Danski. lekur andlituna sko. Og Sempi, hann er alltaf verið í fínu form Sprauta sig í nefið bara. Hennan Já, Ég er meiri Matthew McConaughey maður heldur en Bradley Cooper ég fíla Matthew í þætli líka En þá spyr ég eitthvað drengir Haldið hann hafi farið lítið að gera Já, ég er Okkur eiginlega 100% vissu Ég veit ekkert hvað Er hann ekki típa samt sem myndi segja þá bara Hefði, jú, ég fór En hvernig getur maður sé myndir á honum? Af því að þú velur bara einhverja mynd núna fyrir og eftir þá er búið að eiga við þessa myndi fullt skilur Þannig hvað sér maður alveg nýjan Maður þyrfti að sjá hann bara live núna einhvers staðar. Já, en ég held samt bara svona að því að vinkona mín er í bransanum Hvað er bransa? bara skemmtana bransanum á Íslandi og það, ég var að spyrja eru margir að fara í einhver svona aðgjör hún bara, ert að grínast? Það er mjög algengt Ótrúlegasta fólk og það er ekkert eitthvað, þú þarft ekki að láta breyta þér í kattakonuna sko það er rosalega mikið af fólki sem er að minka hrukkur á enninu aðeins hérna bara eitthvað lítið sem við tökum ekki eftir svo eru sumir sem þú tekur eftir sem eru náttúrulega bara í veist, missa sig Það er sagt að þú tekur ekki eftir því þá var það vel gert Akkurat sko og það geti mögulega verið eitthvað svolítið ég held að hann hafi pottið einhvern tíma að fara í eitthvað Já, hann er örgulega farið eitthvað í eitthvað en málið er að hann allt í hennu sko byrtist þarna sem nánast bara hálfur köttur sko á okkur einni mynd sem ég held að hafi verið búið að eiga við sko En myndu þið, drengir, hugsa að henda í 2-3 sprautur? Nei, ég bara Nei, ég sama hér Ég er alls ekkert á móti og bara miðst að fólk að gera sitt og allir með að vera allir en ég bara ég bara, ég veist ég Hann að tryggja sig kallinn Nei, ég bara Ef eitthvað skildi vera úinn og er að hlusta það bara, ok, heyrðu, hann dæmið mig ekki Nei, ég bara dæmið ekki Genuine dæmið ekki En ég sverða Ég sverða upp á alla sem ég þekki og allt þetta mástu en þú veist það hefur aldrei komið eitthvað svona herru, já, ég er að spá ég að fara núna og að sprauta í andlega mér eitthvað ég hef finnað það ekki Nei, ekki Það er ekki komið, en ég aldrei sér aldrei Nei, það getur vel verið að maður eitthvað að gera þetta einhver tíma en eins og staðan er núna þá er mér bara áfram gakk sko. Ég þarf ekki að vera eitthvað að reyna að vera sætur sko Akkur er þetta alltaf í 2 tíma frá að spilin áður fyrir mút Það er bara því að ég er að reyna að díla stundu við eitthvað svona þurrk Kulda X eins og enginn hefur séð nema þú Ég er psoriasis-strákur Ég er búin að vera með þér núna of mikið í 11 ár Ég hef aldrei séð þurrk fliksu, hvað sem maður segir í andletuna Ég er bara aldrei en ég hef samt ekki, það er ekki inn í mér að ég þurfa að vera eitthvað svona 50 sætu kall Nei, Ég bara Þú verður bara að vera snirtilegur og líka svona stókalegu vel út Ég er bara snirtilegur, já, alltaf Snirtilegur og bara og vonandi snirtilegur heilbrigður og vonandi að hreyfa mig eitthvað aðeins heilsurhustur já, einmitt og kannski fínt í bakinu og svona, en ég þarf ekki að vera skilur allur sléttur Nei Ég saman, þetta er góð punktur sko Maður þarf að taka hrökanum En hvað ertu með þurrk? Já, ég er bara Það er að segja í andlitinu, ég hef aldrei séð það Málið er að Josephine vinkona mín Vinkona okkar úr sminkbransanum Já, hún er geggjuð Hún benti mér á gott krem Franskt krem Úbósi, hún er fransk Já, við það, en ég veit ekki alveg núna mann ég ekki nafnið, ég skal koma með það ef einhver vill Já, ég veit það, bara eitthvað og ég er bara ekkert þurr Ég er bara aldrei verið jafn góður í húðinni Ok, þetta getur nú bara breytti leiknum Þetta var leikbreytir Já, herri, ég er með næsta slúður Það er að komast að þessu kremi Já, ég sendi mér vantar gott krem Ég er alltaf eitthvað þurr Eina kremi sem ég nota er tannkrem Notar ekki rakakrem? Nei En eftir verður ekkert þú ert ekkert svona psoriasis kallið Nei En eftir verður ekkert Það er bara eitthvað normálum að sé allir sem er psoriasis Nei, ég segi að verður samt ekki þurr Svona veturna kannski eftir sturtu eða Nei Aldrei þurr Hvað meinar þau? Þá ertu bara með ekkert eðlilega góða húð Ég er alltaf að þurrka mér, þá er ég þurr Og það er nóg fyrir mig En ekkert eitthvað svona ofþurr Nei, þú ert aldrei skráþurr Herru, ég ætla að fara í næsta slúðu, drengir Ég nefnir ekki að ræða hann og þurrka eitthvað Ég er að senda hann að spyrja hann hvað þetta er samt svo stygt slúðumar En já, vitið þið hver Ashley Tisdale er, Hollywood-leikona? Nei Já, ég nenn að fara í þetta Hún allavega var í einhverju mömmuhóp Voruð þið búin að sjá þetta? Hver? Og skotin ganga víxlum eitraðan mömmuhóp Hún vildi meina, leikonunar
þetta sem sagt Ashley Tisdale sem leik í High School Musical. Hún vil meina að Hilary Duff og Mandy Moore og fleiri leikonur hafi verið með eitraðan mömmuhóp og hún hefði verið skilin út undan og fekk ekki að mæti allt sem þetta svo mikill viðbjóður, ég nenni ekki að lesa þetta. Nei, þá hún skarra að tala þurrkin í andlitinu Steinda. Ég langaði svo að er ég búin að sjá Ég datta eins út að ég að fá slaka á kremið Það megum við tala með hún býður eftir Já, spjalliðum Já, steinþegu Herðu, lokaslúrið, það að því að við erum búin að fjalla mikið þetta. Það Beckham fjölskyldan. Það náttúrulega allt í rugli þar og það tattúaði augun á ömmu tengdamömmu sinnar á sig. Maður vissi þá að hann væri stórfurðulegur og það hefur komið á daginn því að núna Það er Brooklyn. Hann talar ekki lengur við foreldra sína, þetta nýjasta fréttin nema í gegnum lögfræðinga. Það sem að fólk alltaf eitthvað opna að sjá þetta. Er þá sonurinn að segja pappi? Hann segir ekki pappi, hann við lögfræðingur hann segir að hringja og segir bara, pappi, hvað er eitthvað matur á melgina eða alltaf hann náttúrulega ekki að fara að mæta í mat Nei, og þið tala bara í mitt hann tala bara við foreldra sem núna gegnum lögfræðinga það sem að fyllti víst mælirinn var að þegar mammans og pappi sögðu að eiginkona hans, Nicola Peltz sem vist leikona, ég hef aldrei séð hann í neinu Nei, ég veit ekki hverju hún hefur leikið ekki dæma þóttu hefur ekki séð hann það mikið í gangi þóttu að sé ekki endilega súper þetta eins og bara Bobby Brown ennþá kallaði söngvari ég held að hann hef ekki sungið í svona 40 ár að það sem fyllti mælirinn var að þegar þau sögðu að hún hefði snúið honum og hann væri orðin að hostage hjá henni og hennar fjölskyldu og það svona það fór ekki vel í ég ætla ekki að segja okkar mann Brooklyn Beckham því ég stið þau hjónin í þessu og það var svona þá ákvæðan að block them both á samfélagsmiðlum og hætt að tala við þau og sagði að hann væri alls ekki gísk þarna, hann væri ástfanginn af konunni og elskaði fjölskyldu hennar. Þetta er rosalega fréttir þetta er svo galinn þetta er allt saman pæli, en málið það þetta er fólk sem að elta headlines sem að þau gætu haft allt þetta drama bara út af fyrir sig en þau vilja vera að selja fleiri nærbuxur þá verður það að vera á headlines það er endalaust verið að spurja líka eins og hann bara hvernig staðan á sig ég held að Beckham hjónum sé að hætta að tjá sig þetta Já, sko, ég fegin að tala bara við son minni gegnum ekkert lögfræðing maður það verður munur sko, ef Beckham hjónin þá að segja að hann sé gísl hjá einhverju fjölskyldu ef Beckham hjónin ef þau núna á næstunni ég ætla að byrja að elta hjónin á Instagram ég myndi bara hætta nei, ég ætla að ég bara láta þess eins og ég sé ekki til ef þau setja eitthvað á Instagram sitt þetta mál þá veit ég að þetta er headlines þau ekki að setja neitt ég manst ekki þau settu að það voru að dansa jólin með eitthvað skot í bakgrunni það var bara eitthvað sem að blöðin sögðu að það hefði verið að gera þau voru basically bara með eitthvað lag undir kremið heitir Embryolisse góður, hverjum ekki sama Embryolisse Sensitive ég er örgulega að lista vitluseppi, vilt þú reyna? Það stendur hérna neðst með þessari auglýsingu ætlum að fara í aðrar auglýsingar sem við skuldum slúðrið búið, þetta er vist rosalegt krem Þetta er FM Þetta er til alltaf FM 95 blöð hér á FM 957 og við drengir eru loksins komnir í klefan góð hérna líður okkur vel, oft komið inn á og það er svolítið þegar sveppurinn er mættur þá þarf að nýta klefan það skildu klefan og það má ekki gleyma því sko að þetta er einn af mínum uppásliðum í FM 95 blöð sem er að fara í þetta og sveppi á hugmyndunum það er bókasafni kom með þetta þegar hann var gestur hérna einhvern tímann og við erum búin að nýta þetta Sveppi sér bókatitlana Egill fengi að sjá þau ég fengi að taka einu sinni Já, og svo er fólk sem hefur verið að senda spurja hvort að megi koma með titla það er að sjálfsögðu en það má ekki senda á mig, það er að senda á þig því að þú mátt ekki vita á en ég þarf að bulla mér út úr þessu Já, Sveppi hendi núna hann er með tölvunæðinu fram að segja hendi titlum á Steinda, við ringjum í bókasafn og Steinda og spyrja hvort þessar bækur séu til og hvort það séu inni Já, veist þið svo til dæmis bara fyrsta sem ég er að hugsa hvað ef gúrkur væri með minningar skilur getur verið mögulega svona eitthvað sjálfshjálpabók sko Já, það er enda mjög Ok, þannig ætlar að gefa honum fyrsta titlin Já, ég fæ alltaf fyrsta Ok Herðu, ert þú tilbúin Steindi? Ég er klár Sveppi, þú til? Já Og ringja bara beint hérna Herðu, City of Joy, hefur ekki farað á norður? Jú, til betri staður heldur en Akureyri Nei, ég er að finna það Norðurlandi, maður Herðu, ok Þessi geggjar hérna, ég með einn alveg frábæran sem fjallar bensíldómalækni sko Förum í þetta, ok Og eru þögnan tilbúin? Magnús, samvægfélagi Já, góðan daginn Og gleðilegt árið Já, sem leið, hvernig maðurinn? Býtu, er þetta ekki upp á bókasafni? Jú, þetta er bókasafn Sálarannsóknarfélagsins Já
Það fengi ekki annað bókasafn. Nei, ég ætla nú bara heyri ykkur með þetta. Ég er að leita bók, sko. Hvaða bók? Hvað ef gúrkur væru með minningar? Sjálfshjálpar bók fyrir, Alzheimer-sjúklinga sem við byggðum á gúrkukenningunni. Já. Til að þjálfa minni. Kenning eftir Roger Third. Í miður eigu hana öðrulega ekki. Nei. Í miður. Já. En Þetta er sko sálarrannsóknarfélagið. Já. Og við eigum svolítið vænt bókasafn en við eigum ekki þessa bók. Nei, já, ég skilði. Já. Ég ætlaði nú að hringja örugglega á þá eitthvað annað bókasafn. Eitthvað sem er með kannski fleiri bókum. Eru þið með tveggjast eitthvað stemning og rúllugardinur? Bók? Já, að bókum handlægin mann sem er að reyna að gera við gardinu. En í raunin er hann að gera við sjálfan sig bara. Það gerist engaspæðir í 7. kafla. Ég er búin að lesa hann ofta. Já. Til danskan höfund. Hvað heitir þú? Heitir Þorsteinn? Ég heiti Magnús Skarpinsson og formaður sálarrannsóknarfélagsins. Já. Ok. Hringdu þú tíma seinna og fáðu miðstíma hjá okkur. Þú mun hafa gaman að því. Já, ég er nú aldrei pælt í því, sko. En eru það ekki þá með heldur pappin sem fór að kaupa mjólk og kom aldrei tilbaka? Nei. Já, ég skoði þetta. Gerðu það. Já, bæ. Þetta er skemmt þetta símtal sem ég átt í marga daga. Já, takk fyrir það, sömuleiðis. Bæ. Blessaður. Herru blöð. Herru, þetta er rosalegt. Akkur eftir að ringja á þetta bókast. Ég veist ekki hvað þetta væri, maður. Myndi hver þetta var? Magnús Skarpinsson? Já, bróður hans Össur. Bróður Össur Skarpinsson. Og hann er bara formað sálarrannsóknarfélagsins. Hann hefur bara verið að exorcista menn, sko. Hann er eini maðurinn sem að sá geimverur og Snæfellsnesi. Þetta er bara, þetta var að fá hann í þáttin einhvern tíma. Þetta var geggjað. Borgar bókasafn. Þetta var æðislegt. Þetta er bókasafn á Akureyri. Ok. Amtsbókasafni, góðan daginn. Já, góðan daginn. Heyrðu, já, gleðilegt árið. Gleðilegt árið. Nú er ég að leita nokkru bókum fyrir lestraveturinn. Fyrir lestraveturinn. Já. Og ertu með inni núna hvað ef gúrku var með minningar? Úti síðast þegar ég hringdi sjálfshjálparbókin fyrir Alzheimer-sjúklinga. Veitu, hvað heitum þú segir? Hvað ef gúrkur væru með minningar? Gúrkur? Byggði á sem sagt kenningu eftir Roger Third til að þjálfa minnið. Hvað ef gúrkur væri með minningar? Já. Hoppa nú ekki upp hjá mér, betur. Nú, en Rogers. Rogers. Já, Third. Er þetta ekki á Akureyri? Jú, þetta er Akureyri. Ég finna ekki þetta, sko. Stafa, hvað segir á höfundurinn? En ertu með inni tveggjast stemning og rúllugardinur? Tveggjast stemning og rúllugardinur. Þetta er bók handlægin mann sem að reyna að gera þarna við gardinu. Þetta er eftir danska höfundin Björn von Frederik í þýðingu Þrúðar Hafliða. Hann er að reyna að gera sitt besta og finnur sjálfans í leiðinni og gerist engaspæðari í 7. kafla. Skemmtileg bók. Skilaða skemmtileg bók. Tveggjast stemning og rúllugardinur. Það er eins flottir titlar og þetta eru þá ekki inni heldur koma þeir ekki upp til ekki einu sinni það, sko. Er þetta þá í útlegu eða hvernig virkar? Nei, ég bara sé yfir höfuð ekki sem sagt síðan hvenær er þessi bækur? Þetta nýjar eða? Já, önnur þeir er nýr, sko. En ég gref ekki lík þau finna mig. Æviminningar sér að Ásu Guðfinnsdóttur sem var djákni og Bergdreymin kona. Ása Guðfinnsdóttir. Já, Séra Ása. Sá árur líka og stóð fyrir fundum, hjálpaði fólki. Gref ekki lík þau finna mig. Og það finnst mér þetta að vera sérstakt að það sé ekki þarna inni, sko. Já, en þetta er ekki. Það er ekkert sem þetta kemur upp, sko. Ég er að leita í öllum En pappin sem fór að kaupa mjólk og kom aldrei tilbaka, sem fjallar þarna sem að fann mastu dýpri rætur allarleið til Færeyja þegar hann finnur sig og óvæntur fjölskyldumöðlimur poppaði skyndilega upp þegar hann fer hann út í búð sem hann kynnist seint, byggði á draumi Jósefs Magnússon og Fandal bónda fættu 23. Þetta nú fer þetta bara að vera eitthvað sem að brosi við, því að þetta er allt svona titlar sem ég hef ekkert heyrt og með þess að herra Google finnur ekkert af þessu, sko.
Já, sko, pappin sem fór að kaupa mjólk og kom aldrei tilbaka er að frægbók. Svo vindu sagan upp á sig þegar kom í ljós að hann ætti dýpri rætur hérna allar leiti Færeyja þegar hann hittir hérna óvæntan tvíburabróðir. Þetta er bara, þetta kemur ekki upp og ekki þessi titill. Líka ef maður var beina sínu viðskiptum bara borga hérna bókasafnið. Já, ef þeir eru ekki með þetta. Þeir eru ekki með þetta, sko. Nei, þeir eru ekki með þetta heldur. Ertu mér, já, þú ert inn í því kerfi líka öll. Ég sé hvað er til á landinu, ég er svo... Já, þú tanni. En ertu með bókina Píka, Píka, Píka sem er eftir, hérna, hann, var það ekki hann Þröstur, hver var það? Árna, hérna, hvern sjúkdómalæknir sem var að skrifa þessa bók. Nú, svona þetta er sem sagt í frásögn og myndum. Þetta er svona... læknabók Mála fyrst mér skrýta að sé ekki til hann hjá ekki einu sinni mamminu stóll eða hérna ískapurinn sem að ég ætliti og allt, engi titla til Nei, ég verður að segja þetta er bara hjarta mitt er í ruslinu og það er ekkert inni núna Mála, þetta eru vonbrigði sko. Ég vona þú jafnaði á þessu en þetta eru titlar sem bara kom ekki upp á landinu sko Já, vola fyrst mér að segja En hérna var Píka, Píka, Píka inni eða er hún í útlegu? Það er bara með hérna sem sagt og þessi þröstu, þetta kemur bara ekki upp sko. Nei, heyrðu, ég hérna ég getur verið og setja muna alla þess að titla vitlaust. Heyrðu, ég er að verða halda áfram að rista brauð hérna. Ég kem svo bara við tækifæri og skoða titlana sem er í boði. Það er bara best að gera það bara. Er það ekki? Já, segjum það minn og gleðilega árið. Já, gleðilega árið. Já, takk. Þessi er góð sko. Hann hékk á línunni og náðir inn hérna nokkrum titl náðum fullt af titl Já, það var skauta yfir þess Ég held að mér pottið til að stöður að Sveppi hendi síðast að þinn Hvað var það? Píka, Píka, Píka Píka, Píka, Píka Óþægilegu titill Æviminningar kvensjúkdómalæknis Það geggja nafn á bók Það er ekki bara svo fyndið að segja Fyrir eitthvað núna ringi bara einhvern annað og segja bara góðan daginn Ég er þetta bók sem heitir Píka, Píka, Píka Eftir kvensjúkdómalækni Guttorm Einarsson sem að starfaði lengi á Þetta er ekkert eðlilega Djöfull maður gammal Þetta var bókasafnin Þetta var nákvæmlega svolítið Ég ætla að gefa þessu starfsmanni gott sjára Það er öllum bókasafnin Hann hékk á línunni og var ekkert að einhvern veginn að reyna að efast þetta og það gerir helling fyrir okkur Já, það eru til svo margir skrýtni bókatillar þannig að það er ekkert margt sem kemur fólki óvart Come on Já, þú veist bara eins og maður Tekja stemming Já, það er náttúrulega, þar ætti fólk að kveikja og rúllugardinu, þar á fólk að kveikja til bull, ekki endilega þú sért að draga fyrir og fara að snorka kókaðin heim með það Já, þetta er búið að vera gott, takk fyrir okkur Þetta er FM FM 957 Þetta er Beyoncé Knowles og lagið heitir Irreplaceable helviti langt síðan þetta verið spilað held ég á FM en fínasta lag einhverja síður Við erum hér, ég, Sveppi og Steindi og sko þetta verið fljótt að liða klukkan að vera 5 Við erum hálfnaðir flýgu tíminn en Time flies when you're having fun það er bara nákvæmlega þannig við erum eftir að fara í þekkið ekki við erum eftir að fara í hvori nettari Sveppi með hvort myndur frekar en ég er að spája að henda ykkur núna drengir í myndur fyrir cash og ég er með svona smá þemar og ég er að vinna með þema sem að heitir milljón á dag tilbúinir Það er rosaleg uppæð sem vorst að fara að bjóða upp á í dag Já, þetta er, manstu þegar ég spurði hérna í blöðkastinu milljón á dag, hvað myndir að sleppa mörgum dögum að sturtu? Já Þú sagðir eitthvað ár sem er að skrýtnast að segja heyrst ég hugsaði bara Já, ég stend alveg við það Þú veist, ég veit ekki hversu mörg ár En ég meina, það vorst á milljón á dag Þú getur ímyndaði þurrkin sem myndi myndast í smettina Já, mættur að nota rakakrem Nei, maður bara ekki verið styrtu Máttu ekki verið styrtu? Já, það máttur þetta ekki þóðir þá eftir að hafa nota rakakrem Þú myndir auðvitað sleppa þig Nei, nú gluðar sem bara í andlita öðru Þetta er áfram með daginn Nei, ég meina, ef þú pælir hans í þessu Myndir ekki í alvörinni samt bara Þú myndir alveg, þú veist, þetta er þannig upphæð Já, ég myndi taka slatta, ég veit ekki nokkur ár Þú myndir þrauka bara í 2-3 ár Vera bara með miljard Það er bara með miljard og svo bara, herru, bara, ok, þetta er alveg flott Svo beint í sturtu Gerðið góð sturta bara 2028 Já, bara, jafnvel Eða bara orðin rugglaður Hún nennir ekki sturtu og vatni kjaftaði Nei, byrjar ekki líka að minna þó sér sjálfu líka Er það ekki, nú væri gott að Ég held að sé hárið
Hárið fyrir að þú sé sjálf held ég Já, ég veit það ekki, bara á ekki að tala upp á þetta stund ekki eitthvað svona. Við vitum ekki, líka minn ekkert eitthvað að þrýfa sér sjálf. Nei, það meikar engan sens Meika svo sem og kannski gera hann það eitthvað. Við ætlum ekki bara að tala við chatvinnin Jó, ég ætla að prófa með að næsta kemur Guppa þessu út þér. Herru, tilbúinir Milljón á dag Hvað ferðu marga daga á þess að skeina þér? Þetta er ógislegt. Þetta er miklu verri en baðið. Auðvitað Ég segi mánuður. Mánuður að Sækja 31 milljón Já. En þú ert komin svona langt hvort þið Nei, ég myndi gera þetta í februar. Já, 28 daga þá Þetta er bara, hvað viltu marga daga? Það eru, Ég myndi segja, ég myndi bara, herra ástu mín, ég var að fá tilbúð sem ég get ekki hafna. Já. Nú, hvað er það ástu mín? Herru, ég er að sleppa að skeina mér í mánuð. Ég er að pælja að velja februar, styrsti mánuðin. Þetta þarf ekki að vera mánuð, þú mátt segja 40 dagar Ég myndi segja það líka við hana. Hún myndi náttúrulega byrja að segja bara, herru, slepptu sér, þú ert bara í fínni vinnu og ég líka, við þurfum ekki á þess að halda. Skilju, en ég myndi þá segja við hana, ok, ég skal sleppa þessu, svo myndi ég ekki sleppa þessu. Þá myndi ég taka mánuð. Þá er ég komið 30 milljónir sem er ekki inn í heimilisbókaldinu. En sko, Og við fyrir til AC. ef það er einhver sem myndi finna fyrir og væri ekki að skeina þá var það væntalega hún Já. Nemo var bara sérst á sófanum Já, þetta er ströggl sko. Þess vegna vil ég hafa þetta bara ekkert langan tíma. En sko, hversu Þú ferð ógæst náttúrulega þetta er þetta samt? Jú, þetta er Þú helvítið byrjar að fá sár í rassin Já, þetta er sári rass. Af því að þú kúkar bara og klínir því bara í rasskinnarnar. Já, ég náttúrulega, sko, ég tók þátt í hlaupi í fyrra 5 dögum eftir einum degi eftir Atlantic City. Alveg rétt. Þá hljópi 10 kilometra upp á Skaga. Þá var ég búin að vera fyllir í mig ykkur í 5 daga. Kom heim, svaf inn á nótt og fór beint í 10 kilometra hlaup. Ótrúlega ákvörðun. Og skeitt 2 sinnum í mig í hlaupinu. Ég veit að kúka úti á brautinni. Hefur ekki búin að segja þetta er rosalegt. Og það er ekki búin að segja okkur samt nákvæmlega. Nei, ég þarf að setjast niður ykkur bara að fá stóra vindil og Viltu ekki bara segja þetta hér frekar? bara konjaksreiktu herbyggi bara og fara yfir þetta var agalegt. En hvað sagður Er þetta verst að hlaupa yfir? Já. Hvað sagður við svona sessionautin í hlaupinu? Hann var þvílíku vængmaður, algjör leikilmaður. Stoppaði hann með þér? Já. Hann var ekkert eitthvað svona, hvaða rugl er þetta, við erum að ná tíma. Nei. Ekkert svo leis. Hver var með þér hann? Viltu segja það kannski? Já, það er skagamaður mikill. Já. Bara með breytt bak, tómt á kassa. Það er ekkert við hann að sagast, það var bara einu hjálpunum En hérna, Stór svo þegar ég var að ákvörðun samt að elta í þessu. hlaupa þegar ég var búinn með hlaupið þá var búið að myndast svona dálítið risastórt svona brúnt fiðrildi á milli raskinnana því að kinnarnar er alltaf að nuttast og þetta nuttast út í alla kinnar. Skeist ekki í buksurnar? Ég er ekki að vera bannaleg. Þú Nei, ég skeist bara skipti meira bara að niður þú með og skeist skeit í svona- gras. Já, þú varst ekkert með þetta að skeina Þetta bara þig séu með. draumnum. Nei, svo tók ég bara já, þetta var þessu drömmum. Já, ég held að það basically sett þú skeitir í þig. Nei, ekki í buxurnar. Nei, ég gerði niður með hvað er að því? Þetta sé bara Hérna skiti tvisvar í sig og haldi bara áfram bara hlaupa Það var eitthvað sem heitir metnaður. Þú veist að Nei, þetta heitir bara rugglega Marathon er bara að skýta Já, ég veit, ég var að hlaupa 10 kilometra. Já, það er ekki nóg langt. Steindi, hvað tekur þú marga daga? Gúttir er þetta. Það fjækstur brunan eða? Já, það er svona, það var stutt í hann. Sveipið ykkur 30 daga, Steindi Ég sko Málið það, ég fór að hugsa allt í hún að þú gætir sko náða stúdera einhverja fullkomna fæðu með þessu og þú getur verið með það mikla trefja ríka fæðu að þú myndir bara basically það hafa allir lent í því að náða að taka þannig hæðir að það er bara kemur ekkert í pappír sko þú tekur bara bara fyrstu 2 eru bara aukaskeinur sko, nánast Þannig að ef þú myndir vera bara með massi tali Já, þú mátt alveg reyna að stúdera eitthvað Ég er að spyrja hvað ætlar að taka Það marga verður daga þetta ekki jafnslæmt en þú veist hræðilegt að vera með niðurgang til dæmis bara fyrsta degi Já, þú getur náttúrulega ekkert stjórna því Sko, maginn á þér er vanur ruslfæði og þú Svo fer má- allt í einhver aðra fæðu þá náttúrulega gerist eitthvað Já, svo má heldur ekki gleyma því að kallmenn á aldrinum 30 til 50 eru oft með ræpur Ég er bara ekki orðið varðið það Nei, ég er að segja það er bara Ég er á þessum aldri. Og það er ekkert að Ertu að tala fyrir alla þegar þú talar fyrir Nei, sjálfa ég er að segja það er ekkert að þér Þú þarft ekkert að vera til læknis út af því Sumi myndi gera það bara, heyrðu, shit, ég er búin með ræpu bara 2-3 hérna, stundum tíma Ég held að bara þú fer myndi fólk í tékk. En þetta er bara eitthvað sem að gerist Já, þú ert svo einu sem myndi fara í tjekk Nei, ég er að segja, ég myndi ekki gera það Já, ok, það er enginn að gera það Nei, já, sko að þú Eru, hvað marga daga? Steddi mér ræpu Hvað marga dag? Ég meðast mánuði bara góð tala Mánuði líka? Já, mér langar að reyna ég ætla að hugsa og ég klína 2 mánuðum á þetta Hann taka bara Jan Feb. En
Svo ef þetta fer úrskeiðist þá verður maður að fara að sinni þessu sko. Þú ert ekkert betur settu með 60 milljónir eða 30, þetta er bara spurningin Helmingi meira. svona, já, ég veit það sko, en veist Já, en maður er Nákvæmlega ekki bara 15 En á fyrir 30 milljónir, þetta er ekki life changing amount, þú getur ekki, skilur þú borgar ekki niður allar skuldir, kaupir þér eitthvað hús og bíl og getur ferðast Nei, og þetta ég lít líka meira á þetta sem bara svona ákveði box til að haka í Já, bara hérna, allir þú bara ert í gerði þetta. matabóði og allir bara svona, já, heyrðu við vorum hann í göngutúr og hann kúka og gæti ekki einu sinni skengt sér, þá ert þú alltaf bara, heyrðu ég skemmti mér ekki mánuðin allir bara, þetta er partísaðar En til þess að þetta verði, þú veist, life changing amount, þannig að þú getur verið bara, heyrðu, nú er ég bara sett þá þarf það að vera í 3 ár Þrjú þá þarf ár það að gera allt í 3 ár, ef þú far 1.000.000 á dag þá þarf það að gera allt í 3 ár til þess að vera milljarður Þetta verður bara milljarður, þá getur þú bara verið basically, nú er ég bara set já, en þú getur ímyndaðir að hérna, nú er árið 2026 þetta er svona eins og janúar 23 Þá getur þú bara skemmtir það hefur, þú Nei, er að já, skeina núna í fyrsta skipti síðan janúar 23 Já það er helviti Er það mánuðust eða hvað ætlar að taka? Þú getur ekki verið meðal fólks Aldrei, ekki eftir fyrsta daginn Getur ekki verið meðal fólks Nei, þú skýtur kannski ekki fyrsta daginn Nei, Kannski þú myndir skítur alltaf daginn reyna að eftir. þraukita eins og þú getur Eftir fyrstu klósuþerna þá getur ekki verið meðal fólks Það er bara staðan Hvað ætlar að vera óskeintur í marga daga maður? Já, ég ætla að klína á þetta 60 dögum 60 dagar, Já, 2 og mánuðir vera bara að taka svolítið sem að sé að fara að góða Það er hvort það er alltaf djú skítalegt að hvort það er Þetta er einhvern veginn alltaf svona Þú varst ekki að segja þetta um það, því þá held ég alvegni og ég fer að vera nájaður yfir þessu En hérna, veistu hvað, sko sjómenn fara easy 60 daga Ef þú ert í, sko Hvað, myndir það bara að hætta skeilaður að fara að sjó? Ég er ekki að segja sjómenn geri þetta Ég er að segja þeir fara á túra Já. Og þú veist Já, þú veit meina að Eru frá fjölskyldu í 2-3 vera á mánuði fjölskyldu, þannig að þú veist og gera þetta þar Þá er ég að tala um sjómenn sem er að vera að fljúa með þá og þeir eru að sigla ykkur staðar í Ameríku, skilur 60 dagar Já, og þeir gera það léttilega Já, en ætlar þú að taka 60 dagar? Þá myndi ég fara á svona túr Ok. Af því að þá er ég bara að bögga 20 manns Já, já. Vera bara óskeintur á okkur oljubóta í Noregi Já, ég myndi gera, ég segi bara, herru guys ég er að fara að vera bara ógíslegur þetta og bara, ég ætla að vera ógíslega duglegur En ég er að helmingi herri launum með þig Já, og ég mun létta ykkur í rauninni bara lífið að vera hérna því ég ætla að vinna allan sólarhringinn út af Bara þessu með máli 1.000.000 á mánuði fyrir að vinna á oljuborpalli Já. og svo með 1.000.000 á dag fyrir að vera Já, óskeintur ég með 2 hérna, steady á dag Nei, þú ert ekki með 1.000.000 á dag Dag fyrir að vera í Vera oljuborpalli Nei, en þú ert með Milljón saman mánuði. hörku launur Já, já, Það ég er að þú veit geta það bara lappað inn í það Herðu, þetta var alltaf langt Ok, þú ætlar að taka 60 daga Steindi, og þú tekur 30 Jafnvel, ég ætla bara að skrúta upp í 90 Ef þetta Þeir eru oft í 3 mánuði held ég Þetta eru alvöru túra sem sumir taka sko. Já. Þá er ég að tala um þú veist, þá er ég að tala um alvöru sko, Já. túrana En þú voru, hvað heldur þú lappi bara í þannig vinnu? Heldur þú sé ekkert sótt svona vinnur? Það er sótt Heldur þú sé, hæ? Það er pottet sótt Jó, svona en þú myndir reyna náttúrulega að sækja um svona vinnu og svo leiðum myndir fá hana, þá myndir hætta að skeina þér En veistu hvað, ég myndi treysta mig til að reyna Fara bara í 4 mánuði. þú veist, að komast á svona túr Ég myndi ringja og vera bara Jesus maður, ég bara gerðu það maður Má ég prófa það og stemningsmaður En og þá ég- ertu samt búin að taka 3 mánuði og svo kemstu kannski ekki á annan túr Þá ertu í alvöru við þessu Já, ég myndi ekki, þá myndi ég Þá ertu bara að vera heima hjá þér. Já, myndi ég aðdurgla stittra Ég þyrfti að vera Nei, á þú ert búin að olíu- sæna Þú ert búin að skrifa undir samninginn. Já, mennar, já, ég myndi koma mér á svona túr Ég myndi treysta mig til þess að koma mér á svona túr Ég er alveg, ég held ég komist á svona túr að ég myndi vilja það Bara með því að bulla mig inn á þetta skip Ok, í 10. sinn, hvað er loka talaðin? Sveppi staði fyrir hálftíma síðan 30 3 mánuður 90 dagar hjá þér. 90 dagar. 90 dagar Set for life Ég veit að þú myndir komast á svona túr ef þú myndir tala svona lengi við yfirmannin akkur og ættir að fá vinnu Hann bara, Farðu. drullaði bara út af bomball og byrjaði að vinna Hann myndir alltaf fyrst segja bara við getum ekki verið með einhvern sem er að skýta í sig allan Nei, þú daginn. þetta ekki að taka það fram Nei, ég myndi- Segir einhver það Nei, Hann ég- réð bara óvart einhvern kall sem hafa vond lykt af Já, og hvað ætlar að gera, getur ekki reikn með miðjum túr Akkúrat. Klára alltaf túrin Komin á sjómaður Var ekki að sigla tilbaka út af þér Nei, Herðu Senda mann í land óskeindan herru, hann getur bara ekki að hoppa þessi sjóin á milli Má ekki Jó, Máttu ef þú ekki ert- verið vatn ef þú ert í samt höfn Ég held líka og setja ekki að hoppa í sjónu Næsta spurning Næsta spurning Hvaða sjón Það kallast bara man overboard Já, bara hoppar af þig Ef þú ert í höfn Eða með kútin á þér Þeir ætla að hoppa með kútin þetta Þú ætla að draga mig meðfram hérna í 20 metra Geð mér smá breyk hérna. Strákar, ég er búin að skýta í mig í marga daga Ég verða að koma til Já, næstu spurningu já, næsta. 90 dagar á gamla
sem segir mig það að þú mætti örugglega taka meira í næstu. Þú ætlar að vera 90 daga hérna óskeindur á túr. Piss í sig. Nei, milljón á dag. Hvað ferðu marga daga á þess að sjá fjölskylduna? Mátt ekki skoða myndir, ekkert í síma, bara sérð engan úr fjölskylduðinni, milljón á dag. Það er Börnin, bara svipað á eins og hermenn gera, stimpla sér bara út og les ekki brefin. Það ekki að skráði bara í herinn. Ég get ekki Þú kemst bóttið í það. Þú lítur að geta komið þér í það. Nei, það er smá munur að vera hérna upp í samskipi, einskipi eitthvað, að tala við eitthvað, bara gerðu það, leið mér að fara í staðin fyrir að vera að mæta og tala við eitthvað körnel bara í Danmörku eða Noregi, bara ég vera hérna með eitthvað Bara fara í frönsku útlendingahersveitum. Já, þú ferð ekkert inn í það, þarft að örugglega búið með eitthvað lögguskólan og bóttindokkarskólan. Þarft að vera búið með Nei, þú veist, ég veit ekki hvað bara að fara með gamla konu við gangbrönd og svo bara beint í stríð. Ég get lofa þú þarft að vera með Heldur allir í herdur sér búin með lögguskóla? Nei, þú þarft að vera búið með einhver námskeið og vera búið með, þú þarft að vera fysikal. Hvað myndur þú vilja vera lengi án fjölskyldu? Ef ég myndi mæta núna alltaf að fara í herinn, þeir myndu strax sjá bara, við erum að fá læknisskýrsluðina, þú ert með brjósklos til dæmis. Við getum ekki þú getur ekki borið næsta mann hérna. En þú getur samt verið á sjó í 3 mánuði með 2-falt brjósklos og sagðist þetta að vera duglegasti maðurinn á. Heldur að þið vilja fá okkur að lækna skýrslur. Þú vorst að fara einhver staðar að moppa gólfin á okkur þilfari. Nú, áðámastu bara duglegasti maðurinn út. Þú tala bara í Nei, ég er ekki að fara að stýra skipinu. Ég er ekki að vera skipstjóri. Nei, þú Ég er bara Ég sjálf gámanna og mála og, Þú veist hvað er gert borð. Það er málað. Þú sagðir áðan að það er kannski vondlíktaðir en þú er því duglegasti maðurinn á þilfarinu. Á fraktskipi, þetta er ekki fiskiskip. En núna er þetta inn að mála því þú ert með 2-falt brjósklos. Það er bara hvernig er hægt að tala um margar ringir. Þú veist að sjómenn eru að mála skipið og að ditt af því. Það er bara þeir eru í landi. Nei, þeir gera það á leiðinni. Þeir að fara með einhverja gáma og það er bara að vera að gera helling borð. Já, bara menn að mála og bara tónlist á. Hvað heldur Þetta er sér ekki að reyna að veiða fisk. Nei, þetta er ekki fiskiskip, það er allt annað skip. Þetta er gámandi sem koma bara með. Hvað heldur þessi bara star út í sjó í marga mánuði. Þeir eru að vinna, laga og skrúa og vesinast. Lagi kall. Já, þetta er bara svona, En þá spyr ég aftur milljón á dag, hvað farið marga daga að sjá fjölskyldingar? Byrja á því að Steindi. Nei, byrjum að sveppa. Ég er bara sætum að svara ránt hérna. Ekki hægt að svara ránt. Hvað viltu sækja mikið pening? Ég myndi alltaf að segja 3 mánuðir. 3 mánuðir. Já. Það er ágætt að sveppa, það farið þarna 90 milljónir. Já, það er bara fínt. Já. Og 3 mánuðir, það er svolítið bara eins og samt, myndur ekki treysta þér meira. Þú ert ekki með ung börn. Ég myndi treysta mér í ár. Því að það eru menn sem eru bara að leiki bíómyndum ellendis að reynda kannski kemur fjölskyldan að heimsækja. Ég var þvílíkt að lesa vittlust í hitt. Ég ætla að hækka þetta. Hvað varst þú að hugsa Steindi? Nei, ég las vittlust í hitt. Mér fannst þess að ég væri að vera set to live eftir þessa 3 mánuði. En svo varst þú að segja þetta var bara 90. Ég fattaði ekki. Já, þú ert óskeindur í 3 mánuði, fær milljón á dag, 90 milljónir. Þú ert ekki sett fyrir að fer eftir í hvernig þú lifir. Og ef þú ert á þessu olíuskipiðinu þá ertu ekki að hitta fjölskyldan. Það reyndar mátt tala við þau á Zoom og eitthvað svona kæftæði. Já, þeir eru með góðar línur í sím. Hvað finnst þú? Því að tengdapabbi minn er sjómaður. Hann heldur að þessi geta hringi í hann. Það er símar borð. Við múum setja að fara í gegnum við erfið svæði. Og er hann að mála þarna á skipinu og ditta eða hvað er hann að gera? Hann er í söllu. Ég hef alveg oft rætt við hann Hvað varst þú að hugsa marga daga núna? Ég var að hugsa ég var svona svipaður og sveppi sko en mánuðir, bara saman með Steini. Ég ætlaði nefnilega að hækka. Já, ég ætlaði að gera það líka. Ég ætla að hækka upp í ár. 1 ár 365 milljónir. Já. Það snýst andlega styrka. Það var það sem ég hugsaði. Ógeðslega erfitt. En það er alvöru upphæð. Já, bara ég farin, love you, sjáumst eftir ár. Og strákarnir var í háskóla. Já, það er enda svolítið í Bandaríkjunum. Sko, put your boys through college. Árið fljótt að líða hjá fjölskyldunni. Konan er bara í vinnunni, börnin er í skólanum og með vinum. Já, auðvitað, kemur inn á milli bara, núna er gaman að pappa. Þetta er basically þú ert að missa af öllu einu sinni sem gerist á hverju ári. Þú missir af laxinum, þú missir af herrakvöldinu, þú missir af fjölskyldu útilegunni, þú missir af tenni, Ammali jól. Ammali hans auðta, missir af þín alltaf. Já, kannski myndi ég reyna að koma heim í júli. Hann ætlaði að 3 daga ammæli. Ég veit það sko. Ætli báður að segja ár? Já, ég held það og við myndum bara vera andlega sterkir hérna borð. Þetta er erfitt. Borð? Þú mátt vera hvar sem er. Þú mátt bara ekki hitta fjölskylduna. Alltaf skipið.
Þetta eru 2 túrar, en það myndi samt stytta 2 mikið. túrar, þá er þetta vendilega 4 túrar. Já, málið er að túrar geta samt verið hálft ár. Það er bara Það er bara staðan. Það er eitthvað að þér. Sittu bara eins og einhver Hann spjátrúkur. talar alltaf eins og hann viti allt allt. Ég getur bara sagt Það þér er eitt. Ég getur bara sagt þér þetta. Halldór bróðir pappa minns er sjómaður. Náttúrulega bróðs pappi sjómaður, afi minn sjómaður. Það er sjóminn í ættinni. Þess að veistu þetta, menn eru að mála hann. Hann var í 6 mánuða túrum. Alvöru túrar. Ok, hann mútið ekki 2 þannig. Það er ekki 2 þannig, þá var þetta búið. En þú veist, þú mátt líka bara vera á tenni Nei, það ekki. og vera bara með blöggastið og þú mætti með þess að vera á Íslandi. Þú mátt bara Þú ekki þarf bara ekki að hitta fjölskylduna. fjölskylduna sko. Ég hugsi, það ekki bara, ég myndi taka þetta allt í einu það bara. Vera líka skít í með þarna og vera bara Og sækja 700 milljónir. Já, sækja þetta allt með þér. Það var að síðasta milljón á dag. Þú mátt ekki snerta skinn. Ekkert skinn. Ekki á sjálfum þér heldur. Nei, bara ekkert. Þú mátt ekki eins og fróa þér. Væntalega ekki. Jú, að sko Ég var líka að hugsa, mátt ekki taka þið náttúrulega ekki með, jú, þú ert nú með Matthildi. Þú mátt ekki taka, þú mátt bara ekki snerta skinn. Fyrsta sem ég hugsa frá mig með 3 börn maður, ég má ekki það er nú ekki eins og ég sé eitthvað snerta börnum mín. En ég svo gömul. ætla samt að hérna, sko, segja að Sveppi gæti nú alveg gert það sann, sko. Þú veist, fróa sig, sko. Hann þyrfti ekki að nota hendurnar, fattur. Nei, ég fæ bara ekki manni það. Nei, þú getur bara girt niður og hömpast á einhverju dínu eins og blöðan ekki því. Það virkar einhvern veginn örgulega. Ég var 11 ára. Já, ég er að segja að þú Hann er getur ekki virk í dag. Nei, ég er að segja að hann gæti notað bara, hann getur gert, þú veist. Já, þú Fyrsta bara sem ég hugsaði, þú getur ekki pissa. Já. Nei, jú, getur það, en þú ætti að Gamla standa. Rocky. Já. Já. Þú getur náttúrulega gert American Pie trikkið, sett til hann og bara í einhverja tertu. Já, Herðu, bara nefnir að einu- hætta að hugsa bara hvernig sveppa á að fá því þessu og segja mér hvað ætlar að sleppa mörgum dögum með að snert ekki skinn. Já, þetta getur verið vesen sko. Mátt ekki einu sinni. Já, en þú veist, er það bara með hendur út í loft ef maður er alltaf að sofa hjá konu sinni eða Nei, ég má náttúrulega ekki snerta hana, menn Nei. mitt skinn má ekki snerta neitt skinn. Mátt ekki snerta neitt skinn. Já, þetta er Ég myndi bara henda í svona til þess að aðeins að þjösna þessu þá myndi ég henda þessu upp í 2 mánuði. 2 mánuði. Já. Það snýst náttúrulega ekki um að hvort og, jú, mögulega kannski þeir eru með svo lítil börn, það er gaman að faðma þau eða eitthvað. Já. Já, Þetta er aðalega það hjá mér og pissið, þú veist, þú getur alveg sleppti að hérna Pissi og nýgu bara eitthvað starf. Ég ætla ekki að vera leiðilegur strákar. Heimsókn hjá einhverju fólki og þú getur ekki stýrt bara. Nei, þú ferð bara út á Þú bíl, lýgur. nýgu bara alltaf á dekk á bíl. Ef þú getur, eða pissa sitjandi bara. Já, ég Já, get reyndar það það. ekki reyndar, það frussast alltaf upp, ég þarf alltaf að halda honum niðri. Já, Má ég það ekki? Nei, þú mátt ekki snerta neitt skinn. Það stígur alltaf upp. Svo er þetta líka þannig að ég ætla ekki að vera leiðilegur en að því þú varst að tala um eitthvað svona kynlíf og svona en með að konurnar okkar, ég held að það er ekkert eitthvað svakalega fúlara. Já, sko, ef að Rakel vissi að vera milljón á dag. Já, hún var bara að hvetja hann áfram yfir lengi, Já, sko. bara vestu eins lengi og getur. Já. Herru, hvað tölum við hérna? 2 mánuðir að sveppa en þú Já. steindi alltaf að fara að hugsa um eitthvað olíuskip eða alltaf að svara í dag. Má erfitt að vera á jú, skipið var enda fínt líka þarna. Heldur, þú getur bara verið með eitt pörti pensil að mála og að þetta væri fraktari, sko. Svo við bara fróða í höskum. Þannig að ég ætla að velja 2-3 mánuði líka. Við erum í samstíð í þessu. Ég ætla bara ég ætla að segja 3 mánuði. 3 mánuði. Herru, þetta var Mundurinn fyrir Kæs sem var svona 20 mínútur lengur en átt að vera og við skuldum auglýsingur og það verið lungu síðan. Þetta er topp tónlistarstöðin. FM 957 Herru, þetta lag heitir Despacito og ég verður bara við ekki aðrengir að ég fekk aldrei leið á þessu lagi. Ég hef ekki heyrt það núna lengi. Frábært lag. Frábært lag. Er það ekki? Já. Þetta er nú bara með stærri lögum allra tíma. Svo, þú veist, já, stórt poplag. Var þetta ekki þannig að þetta var eitthvað spænskt lag, Bíberinn heyrði það og fór og gerði þetta lag aftur með gæðinum? Já, þetta var alveg orðið risastórt og er risastórt á spænsku líka. En hérna, þetta er eitthvað sem að tíðkast lítið hérna. Já, Hvað? við tökum aldrei einhver ítölsk lög og íslensku eða eitthvað þannig minna. Jó, það er algengt. En ég er að segja, segjum að sé hérna, þú veist, já, bara einhver Íslandingur myndi reyna að bjóða einhverjum frægum á lagið sitt eitthvað, ég veit ekki. Nei, Er þetta ekki þannig sem að þetta gekk út á? Hann fekk Bíber á lagið. ég held að hann hefði frekar gert það því að hann vildi reyna að breyka bandaríkjamarkað og leitt Já. Bíber að vera með. Ég held að Bíber hefði ekki tekið þetta sér. Þetta er bara eins og bara netan með L.A.I.L. skilur myndi reyna að fá bara, Reyna að gera það ensku og fá einhvern. já, En hann náttúrulega einn í laginu. ég veit það. Herðu, við ætlum að fara hérna í
Takk fyrir góð spjall. Já, ég held að séu margir sem viti nákvæmlega hvað erum að fara í núna því að Jón Jónsson og GTRN eru komin á fóninn. Við erum að fara í þekkið ekki og þetta eru 4 spurningar eins og alltaf drengir og við erum að fara í þetta svolítið seint í þættinu núna þannig að ég er ekkert að segja við þurfum að drífa okkur í þessu en svona Nei, við erum ekki undir neittni tímapressu 40 mínútur eftir og allt upp á 10 Hvor ykkar vill taka prentaran undan? Hver vill byrja þetta með mér? Ég skal taka prentaran. Sveppi fyrir að prentaran. Ég held að það sé snjált. Já. Ég skal sitja. Ok. Og er þetta, hvað ertu með margar? Ég er með 4. Já. Og þetta er nokkuð þægilegt. Þetta er ekki eitthvað svona eitthvað rasandæmi. Herðu. Já. Á sveppurinn farinn. Og við bara 2 hérna félagarnir. Já. Ertu tilbúin? Herðu Pítur, það er penna, ég þarf að skera svörin. Já, ertu hérna, það væri sniðugt að fá sér tölvu. Þá var ég miklu lengur að skrifa þetta. Það getur svo mikið langan tíma því að ég er ekki það góður á hérna lyklaborðinu. Tilbúin? Já. Fyrsta spurning. Í hverju er sveppi verstur? Sko, já, ég er að spyrja alla spurningarna verða, ég er ekki að spyrja þig í hverju ert þú verstur, ég er alltaf að spyrja út í sveppa. Já. Ég er að viksla þarna, gamla reglan, ég veit að það var flókið fyrir þig og Egil. Mér finnst þetta ennþá stundu svolítið flókið. Nei, bara ekki hlustaðu bara alltaf á spurninguna. Já. Í hverju er sveppi verstur? Í hverju er hann verstur? Í hverju er hann verstur? Ég meina, þú veist, hann er frekar góður í öllu. Hann er kamiljón. Já, ég meina, sko, þá líka sko, í hverju er hann verstur? Ég ætla að sé ekki hérna, ég fór að hugsa ætla að sé einhver íþrótt sem að geti verið virkilega vondur í sko. Hellingur. Hann var í handboltanum og þú veist, hann er eitthvað alveg fínn íþróttamaður sko. Já, hann getur hlaupið, hann er líka svona, hann er ógeðslega hann getur stað á höndum og labba átum allt. Þú veist, hann er hann getur verið í 5-leika. Fínn í fótbolta líka. Fínn í fótbolta. En þetta er ekkert í hug, þú voru að segja eitthvað. Já, ég hérna, það sem að, er hann ekki svolítið slæmi bílstjóri? Er það ekki? Bílstjóri. Keyrir hann ekki hefi hægt og Já, við bara ræðum það þá eftir þegar við förum byggður þetta. Kannski er það sammála, giskar á það. Svona hættulega hægt, sko. Þú veist meina hans í lélegastur öllu sem bílstjóri. Þá förum við læstu. Hvaða roleplay myndur þú halda hendi sveppa best? Þá erum við að tala í svefnherberginu. Þú ættir að velja eitthvað fyrir hann. Hvað heldur þú að svona myndi henda honum best? Ég held að myndi henda honum vel að vera einhver svona iðnaðarkall. Ég sé hann ekki alveg fyrir mér í slökkviliðsbúningnum. Nei, nú að hendi iðnaðarmanninn. Og ekki heldur í svona löggugalla eða eitthvað svona. Séu nýbúin að gera við vaskin eða eitthvað þannig. Já, en það ekki, því að pípar eða eitthvað. Mér finnst svolítið svona eins og að þú ætlar að vera eitthvað svona slökkviliðskall. Þarft alveg að vera svolítið hávaksin í það, er það ekki? Annars ertu svona með við kalandrið þeirra. Já. Við erum nú að fara að veislustýra slökkviliðsmönnum. Já. Sjáu það betur. Já. Já, og þú þyrftir að vera kannski svona svolítið massaður og svona, er það ekki? Ég held að hann væri frekar svona bara en góður pípari, sko. Það segir bara iðnaðarmaður. Það er nú helviti opið maður. Ok, ég segi pípari, svíi, iðnaðarmaður. Já, þú veist, Sveppi er svona gæi sem væri flottur í að hann kemur og er að laga vaskinn, skilur. Já, eða líka bara, þú veist, hekkið eða eitthvað, hvað þrjá? Eitthvað út í garðið eða? Já, svona garðirkjumaður. Nei, reyndar svona allt svoleiðis. Er það ekki svona eins og poolboy? Er það ekki líka eins og varst að tala um aðan? Það þarf að vera eitthvað svona voða eitthvað svona poolboy, eitthvað feitt það væri drepindi, hann væri þannig, sko. En ég held samt að líka, en það er samt nú, sko, málega það, ef þú ert svona garðirkjumaður, þá ertu líka samt oft bara svona á hans aldri, ert að keyra á einhverjum svona litlum garðirkju bíl með hrífuna aftur í og ert að sjá einhverja villu. Þannig að hann gæti alveg verið það, sko. Já. Þannig að, já, ég myndi segja að hann væri bara, ég ætla að segja garðirkjumaður, frekar heldur en píparinn, sko. Er bara iðnaðarmaður? Það er ekkert iðnaðarmaður, svona menn sem ég seti þetta líka hérna garðirkjumaður. Svo sé ég til hvað ég gefur eftir það. Já, veist ég hvað við, þú veist, hann er svona alltaf eitthvað á lóðinni, sko. Já, garðirkjumaður, herðu ára næsta. Hvað er það þyngsta sem Sveppi hefur verið, heldur þú? Ég held að hann hafi farið í 3 stafa tölu. Þannig að það hefur verið 100 kíló. Já, ég ætla að segja það. Upp á sitt, sko, hann er í toppstandi núna samt. Lítur vel út. Já. Ég ætla að segja að hann hafi náð því. Það segja 100 kíló. Ekki að slétt. Er þetta hvori nær það? Já. Það ætla að vera aðeins nákvæmni. Ég ætla að segja að hann hafi orðið 101.
101 kíló 101 kíló. Ok, þá er það síðasta. Hvaða þekktu ofurhetju, og ég segi þekktu að því þú mátt ekki búa bara að finna eitthvað sem er svona þú veist, fólk sem er að hlusta þarf að vita hvernig þú ert að tala. Já. Hvaða þekktu ofurhetju gæti Sveppi leiki? Já, þú þarf eiginlega að velja eitt hlutverk fyrir hann. Hann geti leikið náttúrulega þarna alveg slatta. Og þú veist, hann geti leikið til dæmis Hulk sem að, þú veist, venjulegur maður sem að verður síðan bara svona tölvugerður kall. Ég geði það, þetta er gott svar maður. Ég hugsaði Hulk, svo hugsaði ég sko að það er sko, ég er að horfa á hann. Hann er, þú veist, í hvítum ból með glerugun og með svona rauða derhúi. Hann er smá svona eins og svona blaðamaður. Peter Parker geti verið Spiderman. Var ekki hérna blaðamaður, var það ekki? Já, það var líka Superman eða ekki? Og Superman geti það verið það líka. Mörgjasamæðurinn. Það er geggjaður langt neð. Hann er ekki ofurhetja, hann er að villain. Hann er að villain, já. Herru, Hvað ætlar að segja? Ég hugsi, ég segi bara Hulk. Hulk bara er gott svar, já. Þú veist, eins og Edward Norton, hann lék Hulk. Já. Þú veist, og hann var ekkert eitthvað, hann var bara venjulegu kall í myndinni. Hulk var mjög gott svar hér. Þú þarf ekki að raukstiða það. Fáum Sveppinn. Þetta búið? Já, 4 spurningar. Var þetta ekki bara neglaða? Jó. Veitu, ég þarf að fara. Hlakka til að fara yfir þetta eftir. Hæ, hann kemur Sveppurinn skipti hérna með Steinda. Við erum bara feskir eins sjálfur. Ekki? Já. Já, hoppa Steind út. Æ, það eru lausið hann í smá stund. Þetta grínast maður. Þetta er ekki eðlilega þreyttu gæði. Það er að rugglaða maður. Hann bara veit allt skip og hvað er að gera. Skipi, þetta er bara svona, menn er að mála Þú sér að búa með hann bara. Og einn frændans, hann tók 6 mánuði. Já. Það var bara svo það voru 2 vaktir hjá hann. Já. Hann er bestur samt. Herðu, þetta er tilbúin. Í hverju er Steindi vestur? Vestur? Já. Í hverju er hann, hvað myndir þú segja svona, hann er ógeðslega lélugur? Maður fenn náttúrulega mjög fljótt að hugsa eitthvað svona heima fyrir eitthvað, vestur að gera eitthvað sko. Já, á einhvern veginn við okkur alla. Já. Ég held að sé ógeðslega lélugur í að taka til sko og ganga frá eða svona leita einhverju og þrýfa sko. Ég held ég viti mitt svar. Já. Ég held að sé hræðulegu kokkur. Já, einmitt. En það er enda líka mjög gott gisk. Ég aldrei séð hann held. Nei, þú þekkir líka aðeins betur. Já. Hann er aldrei búið mér í mat sko. Nei, ekki mér heldur. Eitthvað svona, heyrðu ég ætla að hendi hérna eitthvað. Nei, þá múti líka Sigrún gera það. Já. Ekki það að ég get eitthvað að kjafta. Nei. Sko. Já, ég skilji. Já, þú segir nokkuð. Má ég giska á það bara? Já, segðu bara kokkur. Það er rétt, já. Ég held að það sé ekki eðlilega lillug kokkur. Hann getur líka ekkert sagt þá. Segjum hann ekkert að ég hjálpa þér. Nú, ok. Það nokkuð? Nei, alls ekki. Ok, þá er næsta. Saman, sekir. Já, hvaða roleplay myndur að halda hendi Steinda best í sveitinherbygginu? Já. Þú veist svona að finna eitthvað fyrir hann basically sendir á því bara, herru, ég þarf einhverju hugmyndir, hvað heldur að hendi mér best hérna, við ætlum að aðeins að reyna að spæsa þetta upp. Já, hann er svona hann vill örgulega láta svona þú veist fara í svona BDSM, láta hún er í hælaskóm að stíga á pungin á honum og svona, eða svona láta pína sig svolítið. Þú það? Nei, kannski er ég bara að hugsa. Nei, bara hei. Nei, veist, það er kannski ekki bilt roleplay eitthvað, hann er nemandi og konan hans er kennari að kenna hann dönsku og ef hann svarar rétt þá fyrir hann úr fötunum, skilur þú. Já, það er meira roleplay, hittir eða bara. Já, hittir bara svona eitthvað fettis. Já, það kennari og nemandi. Kennari nemandi, sko. Kennari nemandi. Það er líka svo einfaldur, sko. Þetta er svo einfald, þetta er svona fyrst, það gæti verið jafnvel píparinn, sko. Ok. Píparinn kemur heim og það er allt spilað undir vaskinum og hann er píparinn og hann er náttúrulega líkur bara Luigi sko, sem er ítalsku pípari í Super Mario. Já. Sko kennar og nefandi. Hvort er hann kennar eða nefandi? Hann var alltaf nefandi. Já. Hann var ekki að kenna neitt. Mér finnst það gott svar. Herru, tilbúin. Það er næsta. Hvað er það að segja þingsta sem Steindi hefur verið eða náð? Þingsta sem já bara í kílóum Sjabalú. Já, býtu, hann hefur örgulega farið í 3 stafa. En sko, sá sem verður nær réttu svari á eftir fær stíð. Ég held að Steindi sé svona gæi sem hefur einhvern tíma verið 101 kíló
skamma sín ógeðslega mikið, alltaf sagt hann sé 99. Hann veit aldrei viðurkenna Hann hafði farið í þriggjastaða. Já, svona eitthvað svona, hann ætla bara að halda því fyrir sjálfan sig og sig einan. Ok, ætla að segja Ég veit hann, veist, ég gef mér það hann að við farið yfir 100 kíló, en ég ætla að segja 99. 99 Já. Ára síðasta hvaða þekktu, ég segi eins og saman ég sagði við Steinda, þetta þarf að vera þekkt, hlustendur þurfa að vita hvað ofurhetju þetta er. Já. Hvaða þekktu ofurhetju gæti Steindi leikið? Þú vorst að velja eitthvað eitt sem að hendar honum best og setja hann í það hlutverk fyrir Marvel eða DC Comics eða hvað sem það er. Jabba the Hutt var ekki ofurhetja. Jabba the Hutt. Nei, ég bara spyrir Sofasettið í Star Wars. Já, ég bara spyrir þetta öðru. Sko, ég held að hann geti verið svona ofurhetja. Hvað heitir ofurhetjan sem hann lék hann hérna, sem er svona sprell ofurhetjan hann? Já, Deadpool. Já, Deadpool. Það er gott svar. Já, af því Deadpool var bara venlega gæði, skilur. Já, funny. Já, Já, og svona comic mjög gott svar. hérna ofurhetja, sko. Deadpool, hörru, það fáið Steindi inn. Já, spennandi. Steindi. Herðu, þá kemur Dune. Já. Sæli kæli, rassa mæli. Herðu, við erum feskir. Klakkaði til, það verður allavega 1 stig. Það er sá sem er nær hann í kílónum, hann fær stig. Herru, ég var hitti hérna okkar besta bylgjufólk á göngunum. Já. Það var eitthvað tónlist í gangi og við vorum að fá sér kaffi á meðan. Já. Og já, nei, við erum að tala hérna stöðuna í heiminum maður, þetta er svakalegt og við vorum að taka viðtal við þennan prófessor þetta mál og ég bara, ok, en þið? Já, við erum nú alveg að tala bara hvað það tækir marga daga og það fengir 1 milljón á dag og myndi sleppa því að skeina sko. Já. Og fékkstu svar? Já, sko, ég fekk nefnilega svar. Þetta verður jafn mikilvæg umræða í dag. Það væri jafn mikilvægt fyrir fólk að heyra bæði sko. Já, ég er sammálið. Þau sagði ekkert hvað þau myndi taka marga daga? Nei, reyndar fór ég ekkert í það. Herðu, þá ætlum ég að byrja á þér Steindi. Ég spurði Sveppa hvað í hverju Steindi verstur. Já. Hvað sagði hann? Að mæta á réttum tíma. Sem það er náttúrulega verið hárrétt svar. Var það ekki það? Nei, hann sagði kokkur. Ég heldur sem kokkur. Já, það er bara rétt hjá hann líka. En þú ert náttúrulega lélegastur í heimi með mætingu, sko. Sótti þið seint í dag? Allt og seint, já. Ekkert allt og seint. Nei. 40 mínútum að seint. Já, svona. En veitir hvað, strafgar? Kokkur, ég er samt, ég get alveg gert einhverja rétti. Ég vil ekki hljóma eins og einhver algjörvilsingur hérna. Nei, hvað er það hendi í? Maður kemst í gegnum, til dæmis, maður kemst alltaf í gegnum eina soðningu. Bara pullur og þannig og spagetti og pasta og svona þannig tótt. Já. En þá voru að tala með einhver svona gúrmerk. Það er ekkert mál að sjóða pasta, sko. Betty Crocker maður, ég geti alveg bakað hennar þannig. Já, það er nú bara Ég get lofað að þú getur það ekki, sko. Jó, ég get það, sko. Þá er það Þú kannst ekki að gera neitt, sko. Sveppi, ég spurði Steinda í hverju Sveppi vestur. Hverju svaraði þessu Steindi? Að, einhverju ég vestur. Já. Ég er náttúrulega bara ekkert eðlilega lélegur í að taka til, sko, og skúra og ganga frá, sko. Hann sagði bílstjóri. Ég veit ekki alveg akkur. Mér fannst eitthvað ruggla. Hvað djöldið rugglaði maður? Það voru vestur og öllu. Mér fannst sem bílstjóri. Mér fannst þess að þú væri Ég bara, I love driving. Já, mér fannst þess að þú væri típan sem var að keyra hættulega hægt. Er þetta að gunna brautina og Gunna? Ég er bara besti bíl. Ég er bara fullkomum bílstjóri. Já, Af öllu sem maður gæti sagt það var vestur bílstjóri. Já, nei, þetta er bara alramt. Var þetta ekki rámt sem verið? Ég hef oft verið í bíl með Sveppa, sko. Já, ég er alltaf búin að finna stystu. Ég geti verið leigubílstjóri. Ég er alltaf búin að finna stystu Þú leiðina. ættir að fá bílstjóri Steindi. Þú ratar mér þess að Þú ratar ekki neitt. Kunnuðu staðháttum. Já, kunnuðu staðháttum og búin að finna stystu leiðina og ég er stopp aldrei á rauðu ljósi fyrir aftur strætó eða trukk. Ég er alltaf á hinni akrinni því að þeir keyra svo hægt. Þegar þú ert í rauninni bara frábær bílstjóri. Það er ekki skitta að hafa sagt þetta. Að höldu áfram. Ég ætla að byrja á þér Steindi. Ég spurði Sveppa hvaða roleplay myndi henta Steinda best. Ég myndi halda að hann hafi sagt þarna ég held að hann hafi farið í iðngreinarnar og valið málaran. Nei, Ég var málari í 5 ár. fór í kennari og nemandi. Þú var í nemandinn og segur hún kennari. Já, eitthvað svona bókasafnsvörðurinn. Átt að læra dönsku eða eitthvað saman. Nei, þetta er svona kona einn væri sem sagt í svona
kennarapilsi og með gleru og búin að setja hárið upp í Já. snúð og þú þurftir að sitja hans eftir Já, að þú varst búin að vera óþekkur í tíma og svo fá allir nefnendur að fara og hún lokar hurðin og segir erum við búin að fá fullt af fólki? þú ert þú ekki að læra heima þú er ekki lært heima, drengur Það er þetta agalegt, þú ert búin að fá fullt af fólki þarna með. leggst hún á kennaraborðið og rýfur upp sér pilsið og Við þurfum ekki meira, það var kennar og nefndi. ég var samt sko, svona, á sama tíma nefndi ég píparan Já, sem að er iðngrein já og það má setja það undir sama hatt myndi ég segja, pípari málar er rafvirkja bara Já. píparin er eitthvað svona, herðu að bilaða vaskurinn að kíkja á vaskinn. já, því að pípari sko, ef það er eitthvað vesen með að mála þá myndi bara einhver mála Já. ef það er vesen með pípulagnir þá þarf það að ringi pípara Ég veit það er alltaf, það er svona eina símtali sem að menn ringi sem að geta redda sér hinn á þessu, þú getur einhvern veginn tengt eitthvað smá rafmagn í jörð og mála og slett smá. ykkur á eitthvað, jafnvel flísað og múrað en Sveppi, ég spurði Steinda sömu spurningu hvaða roleplay kom Steindi með handa ykkur hjónum? Hvað heldur að hann hafi hendi, hann myndi henda þér best? Nei, öfugt Steindi, sorry roleplay á Nei, já, ég spurði Steinda, Sveppi að svara Það er flókið sko Nei, já, þetta er Ég bara datt aðeins út, þetta er svo leiki ég er alveg út á þegju Ég spurði Steinda hvaða roleplay henda Sveppa best Hvað sagði sem hann? henda mér best Já. þannig að þú varst að hugsa um eitthvað fyrir mig Já. Sama var að gerast þetta á hann Þegar þú sagði kennari og nefndi Já. Hvað sagði Steindi að væri svona myndi henda þér í roleplay? hann hefur örglega hendi bara eitthvað svona búninga eitthvað svona Þetta er allt búningar Hvaða búning þá? svona bánsabúningar einhverjir stórir eitthvað svo leis Svona furry já Það er fettis Skal gefa það er séns fettis, já, sorry. Það er saman og bitið já, sem löggan maður Nei, alls ekki logga sagðan löggan Og alls ekki slökklismæður heldur sagðan Nei, mér finnst þess að þeir þurfa að vera hærri en við Við erum svona lágvaksnir Það er að þú verður góður garðirkjöf garðísku maður Kæmur á svona litlu þú bíl væri að- með rífu og blása laufin já og væri svona og konan ein heima jafnvel með Ekki lögga. jafnvel og væri með eitthvað svona smá hatt og mústas Þetta er alltaf möst, þú ert alltaf með mústas í Hvað er hann allir nú bara á Mexikani hann eða? Nei, þú ert bara alltaf með mústas í þessu svo rífi mig á kassan og er að þrýfa lögina já Nei, við vorum enda samlað því að púlbói myndi ekki henda Nei, ekki en þetta er púlbói sama, eru ekki allir í öllu Nei, eitthvað svona? púlbói er yfirleitt alltaf Það er bara bara að veita arfa og reyna að ríða ykkur í kellingu Já, sko, máli er að ég var að hugsa líka ef þú verið púlbói þá Þú ert þyrstir að að blása lauf þá þyrstir að vera já, þú ekkert bara að klippa líka af blómanum og sjá laukinn og allt þetta en máli er að ef þú verið púlbói Það er að tala um vorlaugin já, þú þyrstir að vera 20 árum yngri til að vera að sjá laugina held ég Ég er þetta pínu sammála því. Feitu garðirkjumæður sem er eitthvað að reyta arfa og það er með að standa upp og hún er eitthvað að hjálpa mér og ég tóð svona niður Við erum bara svipa vaksnir Ég veit það Þetta er bara eitthvað sem hendar okkur betur Herru, talandi um Vistu hvað við erum astnalegir? Púlgæs Ég og þú Það var ekkert virka Talandi um vakstalag, þá var einn spurning hérna sem hefur nú komið áður þegar Egil var með okkur líka Ég ætla að byrja á þér Sveppi, ég spurði Steinda hvað heldur að sé að þingsta sem Sveppi hefur verið hvað skaut Steindi á? 97 kíló Hann sagði 101 Vá, hvað, ég hefði komin í þryggjast á Ég held þú hefðir einhvern tíma kannski slefað í þryggjastega Þriggja stiga? Þriggja stafa á svona þá hefur það basically bara verið þetta hefur verið eitthvað veturinn sko Svo hefur verið bara Það var ekki sum Nei, þetta er bara spröm eins Nei, og ég hef aldrei verið 100 kíló Nei, Það þingsta sem ég hef verið er 95 Ok, það hefði nú verið gott svar þá já, 6 kílóum frá Þetta er hver og nær Ég spurði, ég spurði Steinda Nei, ég spurði Sveppa sem er spurningu Steindi, hvað sagði Sveppi? Sko, Þingsta sem þú hefur verið, hvað heldur hann að verið? ég hef aldrei farið í þriggja stafa heldur En sko, spurning hvort hann hafi valið þannig sko. En Þú vart að giska á hvað hann sagði, ekki hvað Já. þú hefur verið nei, ég veit svo sem hvað ég hef verið Ég hef mælt mig, bara vikta með þér Hvað sko. sagði hann? Hann sagði 90 og 95 líka 95 eins og hann hefur verið Nei, hann sagði 99 að munna 4 kíló Sveppi fannst þig 99, fjóðis, oi Herðu, En býtu, já, hann var nær já Það er ekki flóknara Þingsta sem ég hef verið Já er þegar við mældum okkur mástu þarna á viktinu uppi
Já, þú fyrst taugafallið, þú varst 95,7 kíló. Það var ekki þá, það var í draunum. Já. Því ég viktaði með það. Þú varst 96 þar. Já, en ég var samt með gemsa og eitthvað drast. Já, þú varst með fullt, það var bara, þú varst með lóðaðir. Var í kroksurum. Já, klárum þetta. Hún varst með steina í vasanum. Herru, síðasta spurning. Það var í 95,7. Það var þingsta sem ég verið, ég hef aldrei verið jafn þungur. En það, ég hætti að einhvern tíma að fara í svona 99. Nei, þetta var bara... Hann ætlaði að segja 101. Aha, sama og ég. Já, þeir voru báður að hugsa það saman. Voru báðir að hugsa 3 stund. Það er ekki nógu gott, maður. Nei. Það er bara svona. Ég hefði vitað þetta held ég okkur báður. Ég hef aldrei sagt þryggjast það. Herru, síðasta. Hvaða ofurhetju gæti Sveppi leikið, spurði ég Steinda. Sveppi, hvað sagði Steindi? Mig? Já. Hvaða ofurhetju heldur Steindi þú gæti leikið? Ég nefndi nokkuð dæmi, sko. En svo valdi ég eitt, sko. Já, ok. Ég þekki ekkert svo margar ofurhetjur, sko. Ég man ekkert eftir sem voru bara Hulk. Hárrétt! Steindi getur ekki jafna. Þetta var blauð tuska, Þetta var rosalegt. Allt í einu myndi ég bara eftir Hulk. Hann er bara eins og við, hann er bara venjulegu gæi. Já. Svo verður hann reiður og grætt. Og þá verður hann bara eitthvað tölvugerði maður. Við værum hérna þessi basic. Ég spurði Sveppa sömu spurningar, Steindi. Hvaða ofurhetju getur þú leikið að Sveppa maður? Núna nefnilega, sko, þetta er bara drullu erfitt, sko. Hann gaf þér pínu að hann myndi getur Hulk. Nei, hann myndi ekki eftir honum, sko. Og hann kallar hann ekki Hulk. Og sagðist ekki mun eftir mörgum. Talastundum eins og pappi, kallar hann Eddie Murphy líka. Og Klein Dine. Já, Klein Dine, maður. Herru, hvað segir þú, Steindi? Já, betur, hann sagði, sko, hann myndi ekki eftir eiginlega neitt ofurhetju. Þá er svarið sann skrítið. Ég ætla að segja ég ætla að segja Batman. Hann sagði Deadpool, sem að mér varst alveg gott svar. Já, Deadpool. Fyndin ofurhetja. Skemmtilegur og er svona daldi klaufalegur en samt ofurhetja. Það er það sem þú ert, Steindi. Og þá er hann ekki að tala út af þurrkin í andlitunar og lítur út eins og þegar hann tekur grímuna. Hann tala bara að vera skemmt. Veit allt. Þetta var þekkið ekki 2-0 fyrir Sveppa og Sverrir. Ég óskaði til hamingju. Takk. Það eru litlu sigratnir bara, það var alvöru. Topp tónlistarstöðin FM 957. Held ég, kæru hlustandi, þið eru að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Það er ekki mikið. Já, þetta er eitthvað alvöru lag. The Weeknd. Já. Gamla góða helgin. Já, hún er nú dottin inn. Það er, þú veist, þetta er sko í Bandaríkjunum máttu alltaf heita hvað sem er það ekki. Það er ekki mannan. Það heitir ekki Weeknd. Nei, ég er að segja að þú mátt heita Forrest, skilur, Forrest Whitaker, mátt heita Skógur. Já, þetta er nú aðeins að breytast hérna á Íslandi líka. Mátt heita Steinn hérna, sko. Já, mátt heita mátt ekki heita Skógur, sant? Og mátt heita Bond. Já, það er enda rosa. Siggi Bond náðu því ekki. Það er geggjað, það er alveg nafn. En þú veist, ég er að segja já, þú veist, það er svona Gunnar er orðilega, er þetta ekki aðeins svona? Jú. Þetta er ekki abstrakt á þetta var? Já, en þú átt náttúrulega bara með að heita svo vilt heita, sko. Já, en þú vilt náttúrulega ekki heita bara Tippi Rass Einarsson, skilju. Það verður að reyna að sporna við einhverju svoleiðiskjaftaðir. Hver er að skýra það? Og það fyrst þá er líka, þú veist, málið það er líka bara ákvörðin þá hjá prestinum að fara í gegnum það mál. En þú veist að hann heitir ekki The Weeknd og Lady Gaga heitir ekki Lady Gaga. Ég var ekki að tala um hann. Ég var að tala um að því að þú veist að þetta kveikt á hinnu. En svo þú veist að það má heita Helgi á Íslandi, sko. Já. The Weeknd. Já, það má. En þú mátt ekki heita Garður, bara svo skrúðgarður, skilur, Garður. En ef þú setur það í fleirtölu, þá máttu heita það. Garðar. Já. Við hefum eitt vinn sem áttu nú að heita eitthvað allt annað og presturinn sagði Þess áttunragnar, það máttu heita Hreinn Sveinn. Hreinn Sveinn? Steindorsson, ég er að segja satt. Og presturinn sagði bara eðlilega. Hvað er mamma svo pappi eitthvað vangið hérna? Það getur verið að hlusta Jóna og Steindór. Já, þau eru frábært fólk. Þitt besta fólk. Já, pappans var búin að fá sér 2-3 og ætlaði bara að slá að létta og presturinn sagði bara nei. Ég held að pappans hefur verið 20 hérna. Já, þetta er samt svona brandari sem er fyndin í svona 3 sekundur og leðilegur í 92 ár, sko. En það fekk hann ekki. Þau fóru bara baku, kvíslust á Árni Ragnar. Það er fínt. Það er flott. Það er betra. Það er rosalegt, sko. Við erum samt áður í kveðjum þá Sveppi og búin að hendi í hvort myndur frekar. Já, vil ég fara í þetta? Já, samt við erum tæpir hérna á tíma en jú, hvað er með þetta? Já, við getum bara hendi í þetta. Þetta er líka þannig að þið þurfa snöggir að svara. Er það þannig? Er þetta eitthvað tíma á þessu? Nei, bara hvað ætlar að vera henni til 7? Nei, við erum með þá 6 mínútur. Já. Ok. Hvort myndu frekar finna kúkalikt af öllu sem þið þefið af Það er hræðilegt. eða græta barnið ykkar einu sinni á dag. Í. Já,
Þetta er erfitt núna sko. Þetta er viðbjöður Eiginlega bara óþægilegt Já Sko, það máli það líka sko Er það kúkalegt bara af konum mínu og börnunum mínu líka? Já, svona af því sem að venjulega leikt skilur bara eða konaði setur á sig ylvatn Bara kúkalegt þá þeir varu, kúkalegt og svo ef hún að henda í eitthvað elda mat og eitthvað þá líði alltaf eins og þessi svona kúkaliktin í eldsi Það er hræðilegt, ég með yrði að velja hitt Ég tekka líka Ég það bara að græta strákana Ég þurfti bara að gera eitthvað eins meglega Bara að segja bara herðu Þið fá aldrei að fyrir sund aftur bara einhver alltaf að koma með einhver ógislega grímu Á hverjum degi Já, sko, máli er að yngri dóttir mín tekur nú alveg hérna eitt og eitt einu sinni á dag Einu svona dag Já, þá veitum við gett það morgunin og svo kannski kvöldi daginn eftir þá búið að líða smá tími Þetta er léttara með yngri bönninu þau eru alltaf bara alveg hvort þið er Já, þau eru alltaf Þetta er orðið svolítið skrítið að krakkarnir og það er eldri Já, þetta er náttúrulega leðilegt Þá ertu bara að fara að segja eitthvað særandi við þau Bara hefur eitthvað særa Já, það er erfitt að græta 17 ára dreng Ég er að segja það En byrju, er þetta bara til eilíðar? Nei, þetta er bara 3 ára Þá er þetta lett fyrir mig Ég get farið heim núna og sagt við strákunni Þið fara aldrei í sund aftur Þið fara báður að grænir Svo bara ég er að fýblast í þessum Þetta fyrir við sund Já, herðu, góðu punktur Svo máttu segja bara, herri, ég var að fýblast Þeir eru búin að gráta Ok En þetta er samt ógisla flókið að krakkarnir eru aðeins eldri Hvað það að segja við strákarnir eru 10 ára gamlir Það eru það Það er fræðilegt Þá ertu bara að segja eitthvað ljótt við þá Já Það er bara, bara svo vitrar Ég er ekki pappið þinn Já, bara Nei, álfur pappið þinn, hann dó Ef við skiljum þetta að gera eitthvað svona Það er langt með það, hálftilega byrja að græna og segja það Þetta er bara ég að brainstorma Já, það er gott að minnastu Ok, hvort myndi frekar keyra í sjóin með fjölskyldun ykkar og reyna bjarginni eða halda fram með konun ykkar einu sinni á ári Hvað er þetta? Ógæslega spurning Reyna bjargin Og hann að við erum ekkert Þú gætir aldrei fara að keyra í sjóin og allir fara að lenda í rugli og þá þarf þú bara eitthvað að vera að reyna að losa beltið og barnastólinn og opna gluggan og sjórin og bara reyna að bjarga þess að maður sér í bíómyndum Já, en þú ert ekki öruggur um að ná því? Nei Já Nei, ef þú ert öruggur um að ná því þá myndir alltaf velja það Já, það verður að vera á þetta Já Og þá varst að setja náttúrulega börnin í lífshættu sko Já Það er náttúrulega svakalegur option Já, ég veit Fyrst er ekki að velja bara alltaf hitt Sama hvað það er Léttleiki Steindi að reyna að finna eitthvað góða ástæð fyrir að hendi hitt sko Ég veit, hún er langið svo alltaf fram Nei, ég er að segja, þú veist, myndi ég alveg keira bara til sjó með börnin eitthvað Ég gæti það ekki Það er ekki tægt Ég er sammála Steindan Það er bara, maður er það halda fram í ári Þetta er ógeðslega spurning Hvernig verður síðasta? Var þetta ekki nokkuð eðlilegt að síðast? Næsta verður eitthvað rosa Kortmundur fyrir ykkar setja bara tungubroddin inn í endaþarmin og afaðinum í bara 1 sekúndu bara svona Eru báðir farnir? Já, ok, einhvern svona elsti maður sem þú þekkir bara einhvern gamlan mann bara svona bara svona rétt að Hver er elsti maður sem þú þekkir? Það veit ég ekki Bara einhvern, þú veit mömmin eða eitthvað maður, skiptir ekki máli bara einhvern í fjölskyldunni Fóst úr gömlum afa yfir í bara mömmu hérna er ekki Það er mikill munur Já, ég meina, þú veist, þetta er vantalega Hvað er hitt? Klárum þetta bara, við erum ára hvað Þetta er það bara afiðin rétt áður Já, ég myndi að þetta sé bara afiðin, sko Já, setja tungubrotin í 1 sekúndu í endaþarmin á afaðinum eða fara í sleik við barnið þitt í 3 sekúndur Nú hverju Þetta var verra en síðast Þetta er bara ógeðslega spurning Myndir ekki alltaf velja endaþarmin? Jú En það ekki? Jú En það er líka þá bara box sem maður er búin að haka í Það er bara box sem ég langar ekki að haka í Hérna, annars er komið að lokum hérna hjá okkur Þú þarft að haka í það? Ég finn í 5 blöðum Við þökkum fyrir hlustun í dag Fallegur endur á þessu þætti Hefðu átt eða bara Hvað ég hérna áðan? Nei, nefnilega ég vann með hérna síðast Það er alltaf verið að segja Þú ert svo grófur og allt svo mikið ruggla sem er bara fyndið og skemmtilegt skiptir ekki máli Þið þurfum ekki að gera allt það sem ég verið að segja Svo var ég nefnilega síðast þegar ég var hérna Þá var ég með eitthvað annað sem var bara ömulegt sko. Þetta er hressandi en við verðum mættir með blöggastið á þriðjudaginn Í góða helgi kæru hlustundur og Sveppi Krull hann verður mættur hérna með okkur aftur næsta föstudag Hilsar bara á þinni, er hann fluttur? Já, hann flyttur alltaf hanga bara í heila mánuð en drengir, næsta föstudag það er, inni hérna Kori Nettari og Fellow Kids sko, það er allt í gangi Langt síðan ég farið í Fellow Kids Já, og við verðum að fara í þetta Við tökum þetta á næsta föst Næsta föst, þá erum við líka á leiðinu herrakvöld Það verður gýri drengjarnum, takk fyrir í dag góða helgi og bara áfram gakk Þetta er FM 957